FM 95 Blö. Í samstarfi við CBD Reykjavík, Keiluhöllina, Pepsi Max og Loop Zero. Já, sem þýðir þetta síðasti þátturinn okkar í þessum mánuði og stutt í minn uppáhaldsmánuð. Apríl er handan við horni. Það er mánaðamóta dettinn. Það eru mánaðamóta dettinn og já, 3 í gír eru mættir, það er fullur bátur og það er alvöru veisla framundan. Já, Robby, ertu komin? Ertu komin píu? Stráka eitthvað? Hæ? Nei, en þá lausu. Og launa einhvern í Ölgerinni. Máli er að Það er líka eins gott. Robby er á lausu og fjallmyndalegur ungur maður. Fjallmyndalegur og hann var að mæta hérna fyll á kælin. Þetta er topp maður. Þetta er endur algjör snillingur sko. Og já, eða er eitthvað á lausu þarna úti sem er að leita sér að góðum dreng. Sem er hugulegur. Vinnur í Ölgerinni. Hann er hardulur. Það er vantarlega free beer myndi ég halda. Já, free Pepsi Max og appelsín og allt þetta. Ég held að það sem alltaf frýtt sko. Það er ekkert verður að sé alltaf fullur ískapur á einhverju frá Ölgerinni sko. Það mönns eitthvað í kvöld og drekka kannski, ég veit ekki, gós eða eitthvað. Já, ég fær að frýtt. Haldið að Robby, okkar bestum maður sem er núna örgulega dett út í bíl að hlusta á þetta. Haldið að ef hann er að reyna að pikka upp, ef hann er svona, haldið þetta sé pick-up lína hjá honum. Ég hérna er að vinna Ölgerinni, þannig að það er ískapa gósi. Eða bjóri. Ég var að neglunum á The Gram núna að fylla á kælinn sko. Þannig að nú eru gælur og lausu að horfa að hlusta, geta tjekkað á honum og senda honum, geta slætað inn í DM sko. Það er þetta, henda sér beint í það núna. Það er rosalegt að slæta inn the DMs. Það var nokkri farið illa út í því maður. Slæta inn DM Já, Robby fyrir því. Mér finnst það reyndar ekkert eðlilega ljótt þegar menn eða konur eru að posta þegar einhver er búin að, ég sé þetta stundum á Twitter, þá eru kannski einhver íþróttamenn búin að slide into DMs og bara kannski 22-23 ára gammal fótboltamaður sem á hvorki konunni er börn, ekki post og sína frá því. Að senda ykkur skilaboð. Er það ekki svona skjátt? Áskota þetta og neglusu. Ætti það ekki að vera svona óskráð regla bara, your DMs er bara fyrir þig og þann sem að sendi sko. Já, það er að tala, hann var bara einhver títu gæi sem er að reyna við. Kannski einhver 23 ára fótboltamaður sem sendir á, ég veit það ekki, Sidney Sweeney eða einhver leikmaður á Paris Saint-Germain eða Barcelona. Sidney Sweeney myndi aldrei leka Sidney Sweeney. En svo er þetta það er eitthvað aðrar hetjur sem myndi gera það. En svo er þetta náttúrulega líka bara hérna eins og ég hef oft sagt að headlines, þú veist, ég meina kannski ert að leita eftir headline. Já, náttúrulega ef þú ert þannig að þú veist, hei, þú veist. Hvað heitir hérna forritið það sem að verðt, hvað heitir þetta, já, þú ert OnlyFans stjarna að fá náttúrulega hagnast alveg á því að komi frétt þig að einhver hefur að slide into your DMs. Já, ólega. Hvernig myndir þú segja þetta á íslensku, svona jafn töff og slide into the DMs? SS, senda skilum. Renna inn í innhólfið það hljómar ekki alveg vel sko. Þetta er bara með hræðil tungumál. Að renna inn í engastöðu. Bara hljómar ógæst. Það var eina renna inn í innhólfið strókar. Það er bara það sem þetta gerir. Þetta hljómar bara illa. Þetta er bara ógæst. Steindi búin að vera að renna í innhólfið hérna. Hann er bara að renna í innhólfið. Þetta er mörgum undanfæri sko. Renna í innhólfið. Það er ekki alveg að slide into your DMs. Þetta er samt góðu frasi sko. Hvernig fór stormurum með ykkur í gær? Ég náði að dodge it. Það kom aldrei storm. Ég mætti í sportu kl. 6. Samt sko, það var auka fréttatími á sín sko. En málega það. Þetta var samt ekki eins mikið og nei, þetta var ekki neitt bara. Þú veist, ég meina, það var ekki hægt að keyra til Keflavíkur. Það var allt hérna bílarnar og ég er ekki að gera lítið úr því, en ég er að tala um þetta bara, þú veist, á höfuðborgarsvæðinu. Það slapp alveg. Ég get allavega sagt fyrir mitt leyti í Mosó, þá var þetta bara þannig veður að hef þetta verið þegar ég var í yngri og svona. Ég hef verið fyrstur út og leika mér og kom einhverju skablar. Var þetta rauðviðurinn? En leið að komið litir á veður, þá fór allir að mikla þetta svakalega fyrir sig. Einu sem var bara rók sko. En ég hlusta bara einn veðurfræðing sem er alltaf bara MVP Stormurinn, sem er Siggi Stormur. Hann mætti í Bylgjuna, frægasti veðurfræðingur landsins og frændi Frikadór og Jóst. Hvað er það sem þessi fjölskylda getur ekki framlengt? Þetta segir maður Siggi Stormur sem er náskyldu Náskyldu. Það er ótrúlegt dæmi sko. Hvernig ég held að sko
Hann sé bróðir systir Ég held að hann sé bróðir Ekki bróðir- mömmu eða eitthvað svo leys Já, Þú veist, þetta er alveg Já, Þessi já. fjölskylda Já, hún er rosaleg. Spits out talent Já, það er þetta langt besti veðurfræðingurinn Já, auðvitað Og er hann þá í þessari fjölskyldu. Ég ignora bara einhvern veginn alla aðra Þangar til ég heyri Sigga Stórum opna á sér munnin sko Og hann mætir hann í bylgjuna og hann sagði bara Það er engin krakki að fara í skólan Verið heima Já. Og þá ignorið alla fréttir til það Já. Þú hlusta bara á hann Krakkarnir voru bara heima Það voru allir heima, það var ekkert vesinn En Sem var alveg bara pínu kósi Ja, þetta Já, var mjög geggjað kósí. sko. Það var sjúklega Og næst pínu svona eins og hérna COVID Já, Þá Einn bara dagur. hingi Sigga Stórum Látið bræðar veðurfræðinga Þú veist, þeir eru geggjaðir sko En hingið bara Stórmin En spáðu sem núna ef er eitthvað annar veðurfræðingur að hlusta Já, Sem er kannski með allt upp á 10 Þú voru að gefa öðrum séðan Það Sá er var það bara að vinna trausta sig og upp, skilur Það var bara að slá kóngin út Þetta er hvað hérna Það eru náttúrulega nokkuð legend sem hafa verið í veðrinu sko. Já, það er náttúrulega eitt besta vídeo sem ég séð Það var hérna að reyn Svolítið stressuð þarna og með fyrstu viðurfréttin sína Sáu það ekki? Jó, ég mæli þetta Ég er þetta mötti stressast vel Já. upp að þið stæði frá það með okkur green screen Sko Ég- þegar við Það er erum líka með ekki sem Íslendingar hrættari við heldur en bara viðurfréttir sko Já, svo þegar við erum með green screen í blökastunni Þetta er fyrir aftan okkur og við skiljum ekki að hvernig það virkar sko. Nei. Ég myndi að væri- vera hann að benda eitthvað og þú veist ekki sem hvert þú ert að benda og þetta er bara hrikar Ég var alveg til að vera veðurfræðingur Já. Ég myndi alveg vera fíla það sko. Þeir eru út mjög graðir sko Í Bandaríkjunum eru veðurfræðingar gröðustu menn sem þú finn Hvað er þetta að segja, Siggi Stormur sé eitthvað Nei, ég graður maður? segi í Bandaríkjunum er það bara Hvernig- Ég hef Þú eldur aldrei þetta heyrt það Ég Að segi það. veðurfræðingar séu vel Í græð Bandaríkjunum að þannig bara, þú veist að Hvað sæna veistu er um það? veðurfræðingur Þetta er alltaf gröðustu græðinni Hvað veistu um það? Ég er bara að kynna Ég hef mér aldrei heyrt þetta Spurðu gælugindina Svipur og steinda þegar þú sagði þetta líka bara. Ég skila svo vel bara hvaðan kemur þetta Veðurfræðingar Já. Ég veit ekki, þetta er bara staðurinn sem ég fann um daginn Er það samt? Þetta er stemningsfólk, veðurfræðingur er skemmtilega Það er ekki leiðilegu veðurfræðingur sko. Já, En Siggi ég Stormur man er nú svona ekki okkar eftir- besti í dag Langbesti Já, Ég held líka veðurfræðingar séu mjög ánægð þegar að stennst eins og þarna Það kom þannig veður og þú gast ekki kert í Keflavíkur og þetta var alveg nettur stormur á búin á háti Sko svona jobb sem er minnsta pressan á Það er að vera eldfjallafræðingur Já, Eða jarðskjálftafræðingur Ákvörðu Af því að það- Ekki þegar að grinda Satt Nei, ég er að skýtast segja Þá varstu í yfirvinnu. Nei, af því að það verðist vera ómögulegt að geta sagt bara Herru, það kemur jarðskjálfti á 15 Skilur Það er líka hægt sko Eða það kemur eldgós á miðvikudaginn Það er alltaf En bara, þú þarf- það gæti verið mánuður Það gæti verið En 2 þegar hann byrjar þá you go to work sko. En þegar þetta byrja, já ég er að segja áður en þetta byrja Já, já. Það er ekki hægt Þú getur ekki spáð því. Það er greinilega ekki hægt að spá því skilur Eins og bara í oktober, það snjóaði ykkur 6 metra hérna og engi veðurfræðingur opna á þessu munni fyrir það, munið þið það? Já, það sá Ég bara komst ekki út úr götunni heima og komst ekki út úr innkesslunni og álunni vesen Engi veðurfræðingur, þetta segjum bara verið í fríi eða eitthvað Annars það er alltaf kallað að það er að skoða gögnin sko. Hann hlýtur að með að fara í frí eins og aðris En við steindum honum visslustjórar hjá slökkuliðinu síðasta lögata Og mjög fyndið, það kom svona vídeo frá vinnustaðnum algjör stemming Og Steindi sagði við mig að hann langaði og hann fannst það svo skemmtileg vinnustaðar Hann getur vel hugsað þess að vera í slökkuliðinu Já, ég meina Ég aldrei Heldur ekki? Í hvaða starfi myndur þú segja að mættir alls ekki koma of seint? Hvað þarf að gera ef það kviknaði í húsi Þetta er helviti góða punktur sko Ég- og Steindi á leiðina að fara að slökkva eldin? En málið er að þú veist Ha? Nei, það er ekki hægt Það er bara, hann er síðasti maður Ég segi að þú getur aldrei unni í slökkuleginu Hann bara, hvað, að því ég er með bumbu Ég bara, herrðu, hætt, það er enginn að tala um bumbu Nei, Það er bara að þú mæti alltaf á Fínu staði. seint Já, en málið er það, ég myndi aldrei mæta og seint ef eitthvað hús væri aleld eitthvað Þannig að þú getur komið á réttin tíma Nei, ég myndi, sko, Ef þú myndir drífa þig. ef það er hérna líf undir þá myndi, sko, þá er það málið er að hérna ég Ímynda það bara alltaf núna að sé líf undir þú átt að vera Sko, en málið er það, Ímyndaði bara að það er eitthvað að fara deg Nei, sko, málið er það ég væri flottur, sko, þú getur verið fight or flight Fattur Er ekki fight or flight? Með hvað? Fight or flight mode sko Já. Sem sagt að, þú veist, ég myndi ekki panika, skilur Nei, þú ert alltaf silkislag Það er góð við sko Þú veist, ég Og svo líka myndi- hef ég myndi- ég myndi- lent í svona mómentum sem að ég náttúrulega þurfti einu svona að pumpa blöðarann upp Gef honum það, hann ber ekki að lífa ég minni segi það. Ég má ekki taka það á Það hann var Ég kannski held að- fröys eitthvað lið, sko Já, ég held að Frusu Steindi- allir þarna Ég held að Steindi sér góður í þessu Hann bara stæði eitthvað svona hús og er að brenna Hann myndi bara ráa það inn Já, þú veist, ég myndi ekki ráfa Og þetta sem inn. myndir að lappa Ég- út Kortir hérna með 2 börn og öxlum Ég Já, segi veist, það ég myndi ekki ráfa inn eins og bara, ég myndi vera meðvitað herru, ég veit hvað ég ætla að gera ég myndi ekki bara fara þetta inn og spila Playstation ég myndi ekki bara vera eitthvað að fá með keks og ég myndi bara vera, herru En það má náttúrulega aldrei gleyma því að ég heldur að þetta eini maður á landinu sem var hrættu við máf Ég, sko, Kom máfur á pallin höður ég var ekki hrættu við hann Og þú varst, jú
Hún lokaði glugganum af hræðslu. Já, það tengist ekkert eitthvað fight or flight Ég held að það Jó, þetta er svona pínu fjölskyldan heima. Kýra máinu Ég held að veri Þú veit að loka, ég opnaði, ég sá hann og hann var hann var að reyna. Þú veist, strafið, ég er ekki að djóka ykkur. Hættu þessari legasögu. Þetta hefði verið. Nú ætla ég bara að segja, ég sveri þetta var ekki draumur að neitt. Það var verið að banka bara svona í gluggan. Ég bara, hvað Sverðu. Já, ég segi, hvað trúður er þetta? Ég ætla að það væri bara einhver fyllibita. Þú ert bara að segja okkur svo Oft einhverju úlingar. Ég bara trúi líka. Nei, og ég fer og ég opna svona gluggan og sé eitthvað svona, þú veist. Þetta er alveg, og glugginn er alveg hár sko. Hann er mér upp á mitt þessi gluggi. Gæti þetta að verið pelikanin? Það var ekki með á Íslandi. Ég er bara svona að ráa þeim lendi á svölunum og stóni. Í hvað heim er það líka? Ég opna sér Þetta hljómar sem pelikanin, eins og máur með okkar stór Þetta var eins og pelikanin. Svo opnaði ég hurðina. Þeir geta ekkert lent hér. Var þetta ekki bara strútur? Nei, þú sagði að það var hvað 1,5 metra á hæði það ekki? Máur er Sem ekki er steindi að íkja. Máur er frekar lítill. En svo opnaði ég hurðina og hann er bara, hann stendur beint fyrir utan hurðina og er svona að reyna bara að komast inn. Þú veist, ég er með rifu og ég er bara bara hvað ætlar að inn? Þetta er byrjað að bæta á líf. Nei, það er bara að setja staðan og ég er bara, hvað er að gera? Rísa stór Og hvað myndur að halda svona stór mál. Að þú ert að tala um að setja að sverja. Hvað erum við að tala um í stærð? Eins og ég segi, ég vil 1,5 meter. Ég vil segja bara upp á bringu. Og svo pelikani. Upp á bringu, máður. En eðlilega getur hann ekki verið það. En þetta var ekki bara svona fugl sem var leist svona niður. Hefur farið, þú veist, fugl. Náða það upp á mittið. Já, Gæti það verið strútur? Ég veit ekki hvað fjandinn það var maður. Þetta lítur bara að vera máður. Nei, ég held líka ef það væri svona stór máður. Það er kannski fleiri síðan í Mosó. Þetta er farið inn á einhverja grúppur. Herður, þið búin að sjá stærsta máð sögunar einhvers staðar. Hvað er stærsti fugl á Íslandi? Bara mögulega sem hún getur. Fálkið. Þetta var samt sko. Stóra hár sko. Þú þekkir allar mun og svan. Þú veist hvað svanur er þetta? Núna kom þetta. Kannski var þetta bara svanur. Svanur? Sástu langan háls á þessu fugl? Ég veist, þetta var alltaf bara með nótt og ég held að það er dreymt. Nei, ég held ekki sko. Varstu með gleraugun? Nei, ég var ekki með gleraugun. Þetta getur verið bara köttu þær svona sko. Nei, þú segir ekki neitt. Nei, það voru læt í honum og þetta var bara svona, það voru smá svona bara what the fuck maður. Voru fjadrir? Já, þetta var bara basically bara, þetta var algjört kjaftaði sko. Ég veit að elska, ég haldi þetta hafa bara verið köttur. Nei, það sér ekki neitt, það veit ekki hvað þetta var. Getur verið plastpóki bara. En þegar þú segir þetta, getur það bara verið ykkur átt. Það er málið. Herðu, við ljúum aldrei að hlustundum, drengir. Við erum búin að tala um það núna bæði í blöðkastunum F95 blöð. Það er einn stærsta tilkynning sem hefur komið frá F95 blöð. Já, bara þetta er stórt. En það er bara ekki alveg 100% hvort við getum tilkynnt þetta núna í dag klukkan 5. Við fáum að vita það eftir. Já, fáum að vita þetta. Ef við náum ekki tilkynnt í dag þá er það strax eftir helgi. Já, það er verið að kannski eftir. Við erum ekki búin að gefast upp. Það er verið að fínpúsa þetta. Og þetta er alvöru tilkynning. Ég er bara að halda liðir á tánum. Já, það verður gaman að henda út eftir. Þetta er verið mjög peppaði. Annarkvort verður tilkynningin klukkan 5, lok þáttar eða strax eftir helgi. Þannig að ég vona svo innilega við náum að tilkynna þetta núna á eftir, því að við erum búin að bíða lengi með þessa tilkynningu. En drengir, þetta er alvöru helgi. Það eru, sko, það er náttúrulega einn stærsti, hvað ég var að segja, karakter Íslands, Ævar fucking Gudmundsson. Hann á afmæli helgina. Hann er 60 sammála morgun. Huge. Og ég verða að gefa sjátátt líka okkar besta mann Sævar Þór. Hann er 30, helming yngri heldur en Ævar Gudmunds. Tveir meistarar. Tveir toppmenn sem er að stóra afmæli helgina. Og Egill, þú tilkynnti það á gramminu á mér að þetta er King of Being Ævar Gudmundsson, eða hvað? Ég elska Ævar Gudmunds út á lífinu og hann er maður að hlusta á hvern einasta þátt. Hann er ekki peppar. Ef einhver að skila að fá King of Being Ævar Gudmundsson, þá er það Ævar Gudmundsson. Þetta er getni sem ég er til að vinna. Mér langar ekki að vinna King of Oki eða svo Steindi tekur sem málið er að sko, Ívar er velmenni. Ég hef verið með Ívari nýri bæ og svona klukkan 4-5 kveðjan hann að dundri í sig vodka rett. Svo sé ég hann bara Insta upp á Esjunni, bara klukkutíma setna. Hann er, það sem við kallum, a hell of a man. Og allir hans kostir, þess að þú lýsir núna stendi, eru teknir til grein í þessari keppni.
Og ég veldi fyrir mér, hver líkar Ívar Guðmunds? Hann er það Auðun Blöndal? Er það Detective Stone? Málið það, hann er bara eins og tortimandinn sjálfur, bara náttúrulega góður, þú veist, hann er Ekki toppmaður. Já, hann er í toppformi. Hann er eins og tortimandinn Já, í þetta mynd nummer 2, sko. Og hérna Alltaf verið í standi. Já, alltaf verið í standi Alltaf hress, alltaf til í að peppa. Það er einn staður þar sem að Ívar Guðmunds breytist í villidýr. Já. Og ég veit að fólk mætti ekki trúa en þegar ég fór í utandeildinu með honum í Puma þetta er ekki maður sem vill mæta á fótboltavelli og svo ég er ekki að taka samlokaðan fyrir að rósa rakka niður rósa þar bara breytist hann þetta er það sama með, sko þetta Það er bara keppnismæður með alla þessa menn, sjáu John Johnson JJ, Geðsjúkur á fótboltavelli. hann er bara jákvæðasti og þægilegasti maður sem maður hittir Frábæri fótbolta bara var virkilega góður í fótbolta Geggjað söngvari, sætur. breytist í villidýrin á fótbolta Fallega tennur. já, bara Fróarinn. Mjög þægileg líka bara svona hittir hann á bara að fara eins og ólíkur JJ og Já, hættir ég þetta er allt gæja sem er svona rólir einhvern veginn og hittir á bara í kaffibólla en það rugglaður á fótboltavellin. já, sko, Ívar Guðmunds er eins og JJ líka Já. hann breytist í alvöru sko, villidýr en Eina var skit, en mjög góður í fótbolta hann satt tveggja fóta bara menn, hann er ekkert mikið að reyfa kjaft. Nei, Nei, það bara hann veist, já, þú veist, þú sólar hann og þú veist, þá kemur hann eftir Já, svona tveggja fóta menn, hann er ekki mikið svona að rífa kjaft, svona tuðar ekki mikið sko. Nei, hann er tuðar fastur. ekki. Hann er ekki bara tuð í dómarnum, hann bara keyrir menn niður. En hann er 60 og hann fær spurningar keppni. já, King of að vera líkar Ívar Guðmunds King of being ever get mentioned. Þetta er keppni sem maður vill Sko, ég hendi könnun á The Gram á hann. Svo hvað þjóðin alltaf sé líklegri sko. Og blöðurinn er að munn hann er að reykja þessa könnun sko. Er það sant? Já, það er 70% blöð. Ég held að sé búið Það er jákvæmt. út af blöður í gimminu og fólk er að gleyma sko að þetta er velmenna konsepti sko. Ég ætla að koma þar inn sko. Þú getur náttúrulega eins og segi lappað inn í byggingar og bjarga okkur bönnum og Ég geta ekki, ég hef ekki gert það. Ég held að Ívar Guðmunds á aldrei unni við það að vera bend og beinstífa titlinga til dæmis sex og tilling og krafti. Það er ekki fara að hjálpa þess Þú komin í þetta líka. Það er rosa. Ég er svo þreyttur á þessu spurningum Trúi ekki Ég var með kuna í morgun sem var hvetið mig að halda áfram. Já, ég sendi mér svo eigilinn daginn bara, herru, please hættu nú þess að benda á Ég finn yfirleitt, svo ég finn hjá mér ok, nú komið moment að hvíla hérna. Það komið moment að hvíla þetta. Ég kvíldi hérna hreindirið og ég kvíldi hérna stöðumannavörðin flöskuborðið og hljófst eftir gælunni kringlinu og allt þetta. Ég finn svona ok, nú set ég þetta á ís. Svo er ég stundu, fólk hvetum áfram í þá sem þetta er bara ekki búið. Það er bara einhver einstakling Já Það eru sem betur fer fleiri að hlusta heldur en einhver einn í áfæri í sporthúsinu. Ég myndi ekki taka mikið mark á þessum eina sem kom til. Nei, það myndi ekki heldur gera. Þetta virðist ekki vera það þreytt sko. Virðist vera sko. Baðurinn á inni finnst mér sko. Slefið á inni. Það er svona ímislegt sem á inn. Slefið nú frekar. Slefið nýtt sko. Það er ímislegt annað í þættinum. Við erum að tala um brandarahot pappa Steinda seniorinn og talandum að það var nú einhver að segja við Egil að benda þarna væri ekki orðið þreytt þá fekk ég hlusta á hvað segir við, fans eða hlustendur fólk vill að við höldum áfram að giska á punchline og ég sammála það gerir þetta skemmtilegra þú ert það mjög góður í því annars erum við bara að dæla bröndurinn í gegn þannig að við þurfum að giska á punchline í dag gerum við það ég skal vera með það algjörlega á hreinu fyrir ykkur svo eru sturlaða staðreyndir og ég hitti nú bara Tomma hérna fram með rétt á hann sagði, herru, þú ert búin að segja síðustu 4 þætti að séu sturlaða staðreyndir það hafa ekki enn dottið inn þær fara alltaf á hagg er það outdated nei, þær eru ennþá bara ég er með blaði hérna, handskrefur fram að mig og núna þerr ég sturlaða staðreyndir það var gæði að senda á mig er það ekki sturlaðar? Var að slæta inn í DM sjá þessum huggulega dreng nema þetta er ekki gæla hendi Stjáni Blend sko, en ég hef gaman að þessu menn er að renna inn í innhólfið já, við ætlum að reyna að koma því annarkoð Steinþór eða okkur bestumæður Robby sko að kalla þetta að renni í innhólfið já ríkald samt sko svo leiðir það tungumál mér minni nú að þú hafi komið með þetta sko að renni í innhólf var það ekki þinn frasi ég var að tala um bara hversu vond þetta væri já þetta var hræðilegt slætin ég var ekkert að reyna að starta þessu eitthvað ég svo erf með að verða út af nú er allir að byrja að passa íslenskuna og verja íslenskuna og minka ensku slettur og svona ég á erfitt með það því að þetta er leiðilegt að tungumál í heimi fyrir dönsku og hérna það er svona sem vinnur á móti ennska er mjög skemmtilega tungumál slide in the DMs svalarinn það er nú ætlum að renna mér aðeins inn í innhólfið hérna núna þetta er líka sko já ég veit að sko þetta er ömurlegt spænskan er góð líka
Já, ég kann ekki smæsku Herru, við erum líka með nýja lið frá þér, Steindi. Já. Hvaða liður er það? Ég skrifaði bara Steindi með nýja liðin Já, sinn. þetta er frábær liður og hérna Hvernig veistu, þú er aldrei farið í hann? Já, ég bara finn það finn það þegar liður eru frábærir og hérna Ok Það er partí hérna frammi Þetta er búið að vera í 3,5 Partí það sem okkar Það verður að kveðja 5 manns Það er svona 400 manns hérna upp á hæðinni allir í kyrslu Veitir hvað er að vera hvað, þú sagði, kveðja eitthvað starfsmenn Það verður að kveðja 5 starfsmenn 5 starfsmenn Herjá, hvað er nýja liðurinn, Steindi? Það er sem sagt liðurinn, hann heitir sko samsæriskenningar á ríl eða kenningar á ríl og málega er að ég fylgist mikið með hvað er að gerast út í heimi Á ríl og Ég elska samsæriskenningar Varstu húkið með að koma með það og ég er sérst með núna 3 móla sem ég ætla að fara yfir hérna eftir sem að, mikið af fólki á the real vill meina að sé að fara þetta í gang á árinu og hérna og ég ætla bara að fá eitthvað teika á þessu hvort að ykkur finnst það líklegt og hvað ætla að gera í þessu og fleira Allt í lag Þetta er með skemmtilegt Svo erum við með 1.000.000 á dag Það kemur líka hér á eftir, drengir Það var gaman að vera með það Ég er að spæja að opna þetta bara okkar bestu mönnum, drengir Það er ekki bara sumarið Nei, ekki Þetta er FM FM 957 Sumarið það sveik mig Ég vonandi gerist það ekki í sumar Var þetta ekki ágættis sumar síðast, drengir? Fáum betra sumar núna Frábær sumar Já Þetta var besta íslenska lagið sem kom út bara þetta er besta íslenska lag sumar Það er ekki bara staðveit Mér finnst líka bara það sem er ósækjandi er að þetta er það gott lag og þetta fekk ekki peppi sem átti skilið Þetta er líka lögin komið 300.000 Ég held að Úlfur er held ég bara einu upp á hljómsveit Ég spilaði þetta verið Rúrik á Spáni spilaði þetta verið Sexy Rú úti og bara fokk, þetta er gott lag maður Þetta er bara, alls ég heyri þetta, þetta er besta lag sem ég heyri Já, og svartu skuggi, platan, öll er svona góð Já, þetta er alvöru hljómsveit og alvöru lag en drengir, það er komið að slúðri hér í F95 blöð Já, erlendur slúðri Gossip Já, gossip eins og segir það ennsku Alltaf gott að koma því inn Já, þannig finnst þér að veistu að segja slúður eða gossip Hvort veist þið svalara, Jón Gunnar? Hvort er meira kúl? Já, hérna slúður Hérna slúðura Betri en gossip Já, það er fallegra hérna, já, einmitt Svo er eitthvað annað orð sem að ég man ekki sem að líka mjög gott en hérna Hvernig ertu annars, Jón Gunnar? Æ, svona þokkalegur Það er aldrei góður Alltaf svona bara bestu Eitthvað líkþótt með eitthvað Jón var stríðar að lappa fram með kíkti Nei, ekki hafa Jón með okkur í slúrinu Já, veistu þau? Já, Nennir að hlusta slúðri Fylgjustu með slúðri, Jón Gunnar? já, sko, ég reyni að fylgjast með Ok, þá og ætlum reyna að búa til stundum Já, starta slúðri Það er kannski betra Ég ætla að byrja á okkar besta manni Hann hefur reyndar hlutabriðun hafa lækkað eins og við nú rætt hérna Justin Bieber Justin Timberlake Já sem að hann var tekinn fullur þarna á bílnum og þessi vídeo fóru Hann var keira fullur Já, og Þetta var geggjað múf Þetta við lögguna, þetta var geggjað bara Sko, mér nefnilega- Alveg tala, bara plýstrákar Nei, alveg Það sagði Ég grátið ykkur I'm on my world tour I'm on a world tour World tour Mér fannst þetta ekki það slæmt Þú veist, af því að hann var búin að vera að fara hérna í réttarsal að reyna að berjast fyrir þetta kem ekki út Ég held þetta að vera miklu verra ef ég á reynskil Já, Hann er ekkert ókurtis Nei, hann er mjög kurteis. Þegar managerinn kemur og segir svona, veist, byrju, hlustar aldrei á bye bye Já, bye, það lagið 40 árið Þetta segir mér okkur hlustar á bye bye Það er mest Það er Þessu skrítið manni heima segir mér að hlusta á bye bye Hleyft honum heim og hlusta á bye bye Nei, hann sagði, veist ekki hverju þetta er Fílar ekki lagið bye og það er lag eftir NSYNC sem að hann var í þegar hann var Það geðsjúkt 20 laguð þetta En mér fannst þetta vera svolítið brútal sko af því að hann er að keira þetta greinilega eitthvað búin að fá sér en hann er alveg tekinn inn á stöð og svona Taktu sem er leigubíl. eðlilegt og tekinn blóðpröfa og eitthvað svona örugglega ferli en hann er handjárnaður það fannst mér svolítið svona Það er bara, þú veist, hann var það fullur að þá ertu bara handtekinn var hann svona Já, hann fullur? fórst það langt yfir Hann fór í öll testin Nó, já, og ok. þú veist, og hann náði því ekki með flying colors allavega, hann orðaði hann eitthvað Jón, nú ætlum ég að put you on the spot Hefur þú mist prófið ekkert mann, eins og Justin? Sko, bara þannig að við skulum bara leggja spilin hérna á borðið Já, ég Þú hefur mist prófið? hef mist prófið og sko
Og Varstu orðin þekktur í þjóðfélaginu? Hlustaði bara til hamingju ég var ekki einu sinni komin með meira prófið sko. Ég var bara nýkomin með þetta í já sem sagt og hann spurði mig lögreglumaðurinn, hefur þú eitthvað verið að drekka áfengi? Nei sagði, nei og ertu til í að blása fyrir okkur? Já og blés og ég reyndi einhvern veginn að blása svona einhvern veginn nefið eitthvað og þá sagði hann já, eitthvað ertu nú að plata okkur, sagði hann þegar og þá sagði búinn sko, en ef þetta myndi gerast í dag svo, myndir það ekki segja Justin Timberlake og lögga skilur skonuður rúðuna og segja what seems to be the officer problem taka eitthvað svona gott, eitthvað bara Það eitthvað Þú myndir ekki segja að það bara heim og horfa á fósbræður og eitthvað svona Nei, ekki bara hey, come on, maður gráðbið, nei, láti ekki svona nei, alveg tala Hversu vond væri það líka að það væri á kameru að Jón Gnarr tekinn fullur á bílnum og bara svona, hver á að blása? Er það ég? Hafði ekki séð það skestra Á ég að gera það? Að reyla einhvern veginn Og hvað, og verði þá að drekkinu það? Þetta er svo vond En sko, já, það sem ég ætla að koma inn á að þegar ég sá þetta loksins auðvitað er þetta ekki, veist þetta er ekki honum til frama Nei, en mér fannst hann ekki ókurteis, ekki reiður, ekki eitthvað, veist ekki hver ég er þannig að mér fannst þetta ekki afslæmt og ég held þetta Lögreglumaður vissi bara ekki hver hann var, hann bara þekkti hann ekki Ég sá klippi úr þessu vídeo mér fannst þetta einhvern veginn eins og hann væri samt ekkert eitthvað, var hann alveg blindfullur það var að búið með bara 2 var ekki slefandi en hann var samt á báðum akrinum og hann gæti ekki lappað svona heima línu og þú átt 20 miljardar á tekið leigubíl sko Já Það er ekki svona á Íslandi þegar þú stoppar þú ert ekki að lappa einhverja línu og fara með stafur og setja putt á nef og eitthvað þá bara beint að blása Það vantar að fá þetta á Íslandi að taka sig þetta test sko að lappa eftir einhver línu og gera það skemmtilegt Já, mjög gaman Það er bara sko smá tilbreytning líka og komast aðeins út úr bílnum en ég fannst það fyrst og fannst bara lúðalegt að því þú veist að þeir eru allir með kamerur og bara bara maður að fara með þú veist niður með stæl og þú bara go down in flames bara En af hverju fólk látið lappa og putta á nefi og svona eftir að mælandin komin Sko ef þú ert mökkaður þá getur ekki að lappa eftir beinni línu Nei, þú veist mælirinn komin hann segir Það bara góður punkt Þetta er bara stemning Stemningskonstitenti sko láta það fyllir betur að niðurlega sig hérna á línunni Ég held þú getur líka borið fyrir þig sko að þó þú hafir verið með ákveðið áfengismagn í blóðinu þá hafir þú samt alveg verið færum að keyra Já, ef var ekki ykkur á akkur tekinu daginn nýbúin að geta eitthvað súrdegsbröð Jó, hann mæltist Hann var mæltist bara Þetta er svona Þetta er blóðbröð Þetta heitir ég sko Það er alveg gali Ég ætla að enda slúðpakkan hérna að því að við rættum þetta daginn drengir og við rættum þetta fyrir mörgum mánuðin síðan og hún er núna loksins búin að fara í sitt fyrsta viðtal Það er okkar besta Hayley Welch eða Hawk Tuah stelpan eins og hún er ofta skoð Ég vann svolítið með að ég kveiki eftir í því atriðið Hvað? Hawk Tuah? Nei Það var svo það var ekki gott En sko hún fór loksins í viðtal eftir þetta allt saman Eftir hún lendi í þessu svika Já, þessu shitcoin sem að hún setur út og fullt af fólki tapaði alvöru pening og allir að tala um að hún var að fara í fangelsi og eitthvað Hún gaf út shitcoin Hún var ekki bitcoin, það var shitcoin En var hún ekki látin fronta þetta bara? Hún var nefnilega látin fronta þetta Hún var jafn saklaus og allir sem að keyptu þetta Hún planaði ekki þetta skemm eðlilega ekki Það var eins og okkur grunaði Hún sagði scam to audience skilur hún tók þátt í þessu bulli Já, en hún fekk engan auka pening Hún fekk bara að kaupa eins og hinnir Hún seldi ekki og hún öll gögn eru núna komin bara til grafar eða þannig hvað sem er og hún er saklaus Þannig að það er búið að staðfesta það Hún er ekki að fyrir fangilsi, hún gerði ekkert rangt Öll kurl kom til grafar og þannig að kurl sko Jón Gnarr þekki góða íslensku sko þú glemdi kurl þarna sko öll kurl kom til grafar þannig að hún gerði í rauninni ekkert rangt og hún var í rauninni bara svo vitlaust að nota andlit sitt og nafnið og var blekt eins og ég heyrði að hún segir núna byrjuð að Hawk Tuah á penisa á OnlyFans er það rétt eða?
Það kemur ekki að herðu, hérna, ég bara veit það ekki. Þegar businessin er búin að fara aðeins niður eftir þetta vesið með kryptóið. Ég heyrði á... Hvar heyrður þetta? Að hún sé búin að sæna sin OnlyFans. Ég hef ekki séð það og ekki séð á neinum. Gæti verið fake news, ég kannski að tala með raskatunum. Það var ekki fyrsta og ekki síðasta sinn. Þetta var slúður. Já, hvað er þetta að lesa þetta? Er ég ekki að sá það? Jón, sást þú okkar en að hogg þú að gælan hafði sér komin á OnlyFans það? Nei Ert þú á OnlyFans, Jón? Nei Nei Aldrei farið það reynd Bara næsta spurning Næsta spurning er auglýsingar. Það er tilkynningu eftir það er komið í gegn, það er staðfest. Við erum eina stærstu tilkynningu okkar á ferlinum. Tilkynningin er klár, við getum orðað þannig. Hún kemur á eftir og hún mun ekki fara fram hjá okkur. En fyrir mjög auglýsingar, Jón, gaman að sjá þig. Sömuleiðis, takk fyrir að lega mér að vera með. Dýrku þig. Topp tónlistarstöðin FM 957 Alvöru lag hér hjá okkar besta manni Kristmundur Axel með Ég er komin heim. Þetta er vinsælasta lagið á bylgjunni í dag. Já. Og er að verða bara eitt vinsælasta lagið á Íslandi. Gaman að sjá þig, Jón. King John, Guð bless þig. Gef ykkur góða helgi. Leiðis elsku vinnur. Við fórum að kveðja Jón Gnarr sem satt hérna með okkur. Að skemmtilega Jón Gnarr, hann lappaði bara í stúdíóið, settist niður hjá mæknum og byrjaði bara að tala bara í beinni. Og þetta er alltaf, þessi maður er alltaf bjargaði lífið mínu því ég var lagergómur í IKEA ekkert eðlilega lengi. Tvíhöfður á lífi. Þannig að ef einhver má labba inn og herrtaka einn mækin þá er það goddamn John Gnarr. Sko ég var bara með tvíhöfða upp á veggja mér. Já, þú veist ekki, ég var blöður miklu eldri þú varst bara í bleiu þegar tvíhöfðu voru vinsælir. Þetta var alltaf hannig, fósbræður voru alltaf á 50-skvöldum og þá hlakkaði mann svo til að koma í skólan á föstudegi, skilur, til að ræða þáttinn við ykkur. Mesta hrós sem ég fengi eftir að byrja í útvarpi er þegar fólk sagði okkur að við værum að gera það sama, að þau vorum að lýsa þessu, bara þú mættir í vinnuna varst með tvíhöfði í gangi, þá liðu þeir 2 tímar miklu hraðar. Þegar við fáum það hrós, það er bara besta sem ég heyri. Það er því ultimate hrós. Við vorum að tala um það rétt að meðan lagið var og áður en að fóra með svona marathonhlaup að þegar fólk sko lendir í því að kúka á sig. Já, hann er að fara í marathónan, Jón Gnarr. Þú skeist aldrei á því í hlaupinu hinu. Nei, en ég var að segja að þegar ég sé sko, maður sé myndir af þessu þegar fólk er að hlaupa sko og kúkurinn er alveg svona frussandi niður lappirnar sko og fólk er að hlaupa en það, þú veistu hvað, mér finnst þetta að vera. Okkur hættur ekki frekar í hlaupinu. Nei, aldrei hætta. Ég myndi frekar hætti hlaupinu eftir að skýta í mig. Veistu hvað, þegar ég horfi á mynd að hlaupara sem er búin að skýta niður þá er ég bara þessi manneskja fær alla mína virðingu. Og mér finnst þetta meira sem að vera sko eiginlega bara the proudest moment hjá svona mannsku. Ég segi ekki enga virðingu frá mér, en ég allavega persónulega ef ég var í marathoni og þyrst að skýta þá myndi ég hætta að hlaupa og fara á klósettið. Ég myndi skýta í mig. Sko, og ég myndi segja bara ég var að hlaupa og ég þurfti að lendi í þessu. Hvað er lengi að skýta? Þetta er 3-4 mínútur að hæja þér. Það er náttúrulega steindir í korter sko. Hann er náttúrulega að skeina sér í 10 mínútur. Ég er það rúllukall. Þetta er hálftíma skellur þér að stoppa einhvern veginn, fara aftur í gang. Það hljóta að vera kamrar þarna í svona marathoni. Þetta snýst ekki um það. Þetta snýst bara um að þú ert ekkert á einhverjum tíma. Nei, ég veit. Er flókið bara að sleppa því að hæja sig í einu hlaupi? Ég væri aldrei á tíma. Ég var aldrei að reyna að vera. Jó, þú varst á góðum tíma síðan. Já, ég var á fínum tíma. En ég er að segja, ég myndi aldrei vera að reyna að vera okkur tíma. Ég væri bara að hlaupa þetta. Þegar þú varst núna í Reykjavík marathoninu um daginn, hafður þá skitið eða hafður þú að kúka? Já, ég hef sagt bara, hvað gerist maður? Með allir út í þessu maður og allt í ruglegar. Já, bara ég fekk í magan. Manstu hvað tíma þú fókst á? Ég fór á 2:30. Nei, ég fór á minna sko. Steinþór Hróar Steindorsson 2:30 var ekki eitthvað minna. Ófélagsbundin 2 klukkutíma, 30 mínútur, 46 sekundur. Loftur Þór Einarsson sem er slökkvismaður var hann með þeir ekki. Já. Það er ekki trusu tími. 2,5 hálfmarathon. Aldrei labbaði henni gym, keðjureykir, hangandi heitu pott öll kvöld, svo leipur hálfmarathon á 2:30. Ég held að er þetta sérstakur tími? Ég veit það bara fínt tími. Ég held að þetta er ekkert hræðilegu tími. Ég held að við höfum nú ekki verið að reyna líka. Ég er ekki að segja þú ert ekki að fara ólympíuleikana. Þetta er fínt tími. Ég er að segja að bara máli er að bara
það er ekki, það þarf Þú svolítið það hlaupa bara svolítið að hraða 7 á brettinu Já. Bara hraði 7 á brettinu, ok, sem veist í 2,5 tíma En mér finnst það bara búið að vera Ég peppaði fyrir Það sem ég reyna að segja mér finnst það sína metna þegar fólk skýtur niður og minnstu skrítið ég er alltaf að segja, ég myndi ekki að gera það sjálfur Ámdi ég freka að segja bara, herru þið vitum 10 mínútur eða 7 mínútur En þú væri til dæmis bara að eiga þitt stæðsta gig Þú væri bara með risastórt gig og þú væri bara, þetta er að koma Ég finn það, ég er bara veikur Ég er hálf veikur í maðanum Þetta er að koma Múkisson náttúrulega var í tónlistamennum okkar og sagði frá sögu það sem að skeiti í svo á sviði Já, einmitt Þú myndir aldrei segja, kæru tónleikagestir Ég ætla að stoppa sjóið En það ekki skarfa og fara saman á salinu og koma aftur Já, ég held það að nú náður að klára sjóið á hans að vera að maður til skít Frekar myndir að segja bara, herru, elsku vinir Ég veit þetta er hálf asnalett sko En ég var að lendi því að skýta í mig Speak for yourself Ég myndi ekki gera það, ég myndi fara að klóstið Ég er að hugsa upp á sko Ég er bara svo spáð hvað ég myndi segja sko En ég ætla að henda ykkur í milljón á dag, drengir Og ég er í svo góðu skapi eftir að það fór í gegna Við getum hendi í risa tilkynningu eftir Hún kemur sennilega svona kortir yfir 5 Og hún er ekki bara fram hjá okkur á samfélagsmiðlum okkar En það eru alltaf 2 tilkynningur Já, þetta eru 2 Og við segjum bara frá annari tilkynningunni hér Er það? Hitt vera á samfélagsmiðlana, svo ræðu þið Kottum við tökum báðar Ok, herðu, milljón á dag, drengir, er þið tilbúinir? Já Þið fáið milljón á dag fyrir að sofa á milli foreldri ykkar Hvað takkið marga daga? Eða nætur? Það er svo sem Mér finnst það lokk kósi í rauninni Hversu stórt rúm er þetta? Ég hefur ekki komið heim til foreldri aðeins Jó, þau eru bara með held í svona queen size Ég meina svo, Aron, fjara sefur á milli okkar Já, hann er ekki 45 ára Ekki krónu fyrir það, ekki milljón á dag Ertu ekki að labba með henni Milljón á dag En ertu ekki að labba Þú með ert henni 45 ára En þú veist að það er stórhættulegt að þú eru að labba með henni yfir Byrja að venja nóða Ég er að reyna, það bara gengur ekki Þetta er ennþá upp í Já, en veistu hvað, þetta er Og sko þetta er að vera 20 sko Já, en málið það Hann er 6 ára sko Já, en málið Ekki það sko 20. að hérna dóttir mín var alltaf þessu líka og hérna við vorum öll fann að sofa svo illa að hérna að þú þarft bara, þetta tekur bara svona 3 daga en þú þarft að rífa þau upp þegar þetta gerist bara sama hvað klukkan er að labba yfir, taka hálftíma 40 Færa aftur yfir Nei bara, þegar Aron labbar yfir hann labbar yfir til henni Jú, Það sopnar hann upp labbar, hann hleypur, ég heyri bara þess að tásur og bara taka sprettin og parkettinu þá þarfst þú bara að standa upp, labba með honum yfir taka 40 mínútur hræðilegar á þig að vera vakandi meðan Eru þið bara að segja mér þessi að bara taka þá bara 360 daga í það? Mundið bara fara alltaf heim til mömmu og pappa sko, nei, alls ekki 360 Ég geti svo sem alveg Þetta er ekki hræðilegt, við erum ekki að missa okkur útlim og allir í fötum Þetta er langþægilegt Þetta er langþægilegt Samt skrítið auðvitað milli mömmu og pappa Þetta myndir venjast hann svo hratt verður svo bara, þú veist En þú er tveggja bara faðir Ég veit það, en ég færi Þú endur alltaf daginn heim með mömmun og pappa og ferðu upp í á milli þeirra Ég endi ekki daginn Þú ert að sofa þar? Já, ég fer bara rétt fyrir miðnætti eða eitthvað Sefur ekki heima hjá þér? Nei, ég er að segja, ég myndi ekki vera bækrakka mín eftir kvöldmatt Þau myndi ekki, og svo myndi ég bara passa mig að vera komin áður þau vakna og fara í skóla Hvernig vakna gamla setti? Hvernig rífu þessu upp á mótnana, þú veist? Þau vakna örugglega eldsnemma maður Veistu í hverju foreldriðinni sofa, Steindi? Hvar þau sofa? Í hverju? Í hverju? Náttföt eða er þetta bara nærbuxur? Já, ég held að seniorinn, hann er svona náttbuxna kall sko og hann vil bara náttbuxum með stroffi niðri hann ennir ekki að labba á þeim sko Hann er þetta gott kall Það þau vaktu undan þér Þau eru bæði svona náttbuxur og bóla fólk sko. Og þú ert á nærbuxum ekki? Eða stuttbuxum eins og ég er á stuttbuxum bara á bumbunni Það er alltaf Ég veit bara smelt passa það í miðjum Sko málið er að Steindir eftir þau myndu vakna, fara fram á þessu kaffi, byrja daginn hann er ennþá upp í rúmi sko. Nei, hann segist alltaf að vera komin heim til þess að hitta krakkina Ég har 2 börn sko Hvað ég segja bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessum mótnum hérna næstu árin því ég ætla að ná í cash milljón á dag Það er alveg byrjingur Já, þú veist svo getur maður bara ég væri á þannig launum að ég myndi bara fara heim koma öllum út, svo bara leggja mig Þetta er alltaf ekkert eðlilega góð laun svo þetta bjóð okkur upp á hana sko. Ákvæmlega að taka Hvað haldið cirka? Þess að það er ekkert erfitt að sko, þú ætlar að spila leik almennlega og ekki að tala með raskatinu milljón á dag, þetta er sko fólk næri sér ekki á mánuði og eins og þetta gera er að sofa uppi hjá gamla settin Ég geti tekið alla æfi Þetta er nánast öll æfi sko. Þetta liggur við sko. Eina sem það að gera samlífi, það er þá bara í hátteginu fljótlega eftir hátteginu eða bara á kvöldin
Já, eða bara að hún kemur á jobb. Já, en ég fer ekki upp í klá 9. Ég fer bara til mömmu og pappa bara svona 12:30 og fer bara upp í og sé. Alltaf það var svona samleika svona milli 11 og 12 og svo þú komið upp til þeirra svona Það er hægt. Til dæmis hugmynd. Ákveður finnst þér svo það sé vestu hugmynd þú hefur. Ég veistu hvað milli 11 og 12. Ég ætla að segja reitt sko að ég myndi segja að svona samlíf milli 11 og 12 sé örugglega algengasti tíminn fyrir samlíf. Ég bara hjá landsmönnum. Ég blöð fóru og bara ekki hátíðin daginn. Daginn, það eru svona 2-3 ár sem ég sagði þér frá þessu. Það var ekki daginn. Ég myndi aldrei segja, kannski gerðist þetta daginn. Ég myndi aldrei segja það. Aldrei segja það. Ég myndi sagt þér það. En ég myndi ekki segja það. Þetta er náttúrulega miklu erfiðara fyrir Egil. Því ef Egil á að lauma sér upp í á milli foreldra sinna, þá er hann mættur að 9:30. Hann er mættur að undan Þannig að þau eru samt að vera 7. Foreldrarnir þurfa að lauma sér upp í honum sem er ógeðslega skrítið. Og hann sofnar. Jú, það er vandræðalegt maður. Sko, þið takk ekki alla æði. Nei, alls ekki. En ég fændi álfuru. Ég tæk einhver ári í þessu að þetta er það góðu dýl. Og ég tæk 200 daga. 200 milljónir og þú ætlar að taka hvað, 2 ár? Eftir 200 dagar, það var orðið svo mikill vani. Og ég líka, mamma og pappi búa nála. Ég er ekki með 3 mínútur að keyra til. Ímyndastendi og teima hjá þér. Og ætlum að koma gristlíkur niður. Dauðþreyttur, erfiður dagur, komin upp í sófa, svo horfa okkur með konunni. Þar ég að fara upp í bíl að skafa. Þetta rústar öllu hjá þér og Sigrúnu. Og pappa til að fara að sofa þar upp í rúmi. Þetta er krefjandi situation, en þetta er miljón á dag. Sko, ég er náttúrulega hrýtrengir. Ég held að þetta myndi nefnilega bara, sko, ég held að frúin er mjög ánægð með þetta. Sigrúnu myndi hvetja áfram. Já, þetta er myndir hana og það er samlífið og svo til farin. Bara á myndi, sko, eðlilega mikið veistlega fyrir Sigrúnu, sko. Svo bara miljón á dag sko. Og sleppið við rótur. Hún er skellihlæg. Já, ég held að það er bara allir skellihlæg 200 dagar, Steindi, þú tekur hvað? Ég ætla að taka einhver ár, allavega 5 ár. Ég myndi segja það 5 ár. Það er alveg ég held samt upp í. Ég fíla Egil, hann tekur þessu alvarlega þegar hann er í þessum leikina. Þú myndir ekkert gera þetta í 5 ár. 100%. Nei, Steindi. Ég er í 3 mínútur að keyra yfir. Ég er að reyna að velja dag sem myndi standa við. Ég er alltaf svona, já, ég myndi segja ég væri ég er að spá í hvernig ég fyrir að sofa sko. En þú veist svo þú ert að vakna. Heldur þú verður ekki þreyttur á því? Ég get alltaf 2-3 að vakna alltaf og koma heim og koma krökkunum í skóla. Jú, en þau eru náttúrulega bara komin í fjölbrautur og hættur þessu. Jú, en eina, þetta er vinna mín sko. Eina sem ég er að gera er að ég bara, þú veist, ég væri svo hérna, við varum að röfla hér og reyndar þú segir það. Reyndar væri maður alltaf einhvern veginn að gera eitthvað. En ég er að segja, þú veist, þetta er samt bara þannig, þú veist. Þetta eru 30 milljónir á mánuði maður. Já, fyrir að hvað, skafa bíl og keira strafa, þeir eru farin að hljóma fárlega sko. Þetta er bara svo laun hjá Premier League leikmanni fyrir 20 ára síðan þetta er bara þannig, þetta er alveg kass sko. Já, það myndu allir taka bara í frí þetta daginn 200 dagar og 5 ár segir. Já, myndu allir með einhverju viti taka bara í slanga tíma og var í boði í svona díl sko. Það eru miljón á dag, drengir. Þeir eru með tunguna alltaf úti nema þeir eru talið. Bara svo hundur. Bara svona. En svo núna þyrftir að vera bara svona. Það endar á lausu. Þá til að byrja að tala. Það er rosa dumb look sko. Já, það voru eins og hundur. Dumb look. Já, og lappar út allt. Maður sjáðu með tungun úti. Ói. Þú ættir að vera svona alltaf. Það er mjög sætur á stendi sko. Það er hrikald. Já, ég var að gretta mig. Já, ég menna þetta er ömurlegur díll. Já. Þetta er ekki. Þetta er með því vestasú. Og hún þarf að vera eins langt út og hún kemst. Þetta er ekki, þið með ekki vera svona. Eitthvað bara svona brotturinn úti. Það geta bara orðið vond. Hún þarf að vera svona. Þrýsta tungun eins langt og hún þarf að vera svona allan tíman. Skilji. Þetta er sko. Þetta er eiginlega að þú komin í einhverja 100 miljardar Jú, þetta er ekki hægt. Þetta er miljón á dag. Þú tækir alltaf einn dag. Þú fannst svo tungu þreytu. Það er erfitt að hafa hún út allan daginn. Getur hverki verið eða sko. Nei, svo er aldrei boðin eitt. Það er enginn hafa henni. Ekki svona, hörðu, taka Egil með hérna á pubin. Nei, hann er með tungun út allan tíman sem var fucking er í þetta. Nei, það er alltaf að fara með þér á pubin, en þetta er svona sem að maður verður að fara að hitta, þú veist við erum að fara að hitta eitthvað þú veist, maður myndi ekki taka með viðskiptaföldu já, til dæmis þú fyrir það bara að passa að tala allan tíman af því að þá já, reyndar, þú talar allan og getur kvísla líka Steindi á ekki erfiðleikum með að tala og þú getur líka en ef það 10 sekundar pása, er það nót til að tunga þurfa að fara út eða? Ef Steindi myndi þegi 10 sekundur það tungan að fara út á þeim tíma. En svo núna er ég að tala, nú þurfti tungan að vera úti akkurat þegar ég er að tala. Það er ekki hægt. Ekki ef ég er að tala núna við þig og svo var ég bara. Það er ekki hægt. Tala þetta bara svona, sjálf með henni. Þetta er kvísla. Þetta er kvísla. Já, þegar ég er að segja, ef ég væri lúpólið væri, núna er ég að tala og svo byrjar þú að tala, Eil, hvað segir þú gott annars? Sorry,
Þetta er samt skrít Ég myndi hugsa Það heyrir þetta samt ekki Ég myndi samt hugsa hvað að þessu gæða Nei, þá heyrir þetta ekki Akkur munnur náðum að hreyfa Nei, það er að tala svo lágt Ég sé munnin að hreyfa Ekki ef hann er alveg lók Ef ég er að tala við þig, ok, verðst að gera þetta núna. Ok, ég segi bara, já, Helgin, hún var bara horfbar. Já, en hvað var það? Nei, hjá ykkur. Ok, ég reyndar held að steinda að fyrir loophole Hann er undir góður núna í því Ég sé bara svona neðri undirhökuna að reyfast Hann sér þetta einhvern veginn, þetta er ekkert svo Þetta, veistu hvað, að þú ert bara svona rétt að tala þá er þetta bara eins og ég væri með einhvern gamlan spýttkegg Hann fann loophole á kistlu fyrir einhverjum árum og þetta væri smá svona einhverju Hann fann kittil loophole Ég sá þetta ekki alveg fyrir þetta var hægt sko Mér finnst þetta lélasta loophole sem ég sé. Sást það? Já, það gerði þetta verið setnaskipti sérstaklega Ég sá hann var að tala, sást eiginlega Þetta er ekkert mál, ég segi En minna, ef þú fær 1.000.000, þú myndir alltaf taka allavega eitt dag. Maður myndi gera þetta í eitt dag. Hvað var þetta mikið eftir? 1.000.000 á dag. Liðurinn heitir það. Jú, auðvitað tekið eftir. Ég datt út Milljón á dag. Þetta er alltaf minn einn dagur Maður myndi alltaf bara vera inni í smá Ég myndi tíma. bara ekki bóka þennan erfiða viðskiptafundi á þessum tíma sem ég myndi ekki bóka aldrei þannig að þetta er ekki svo mikið vesen Það er óþældi og skreppu bara einn út í búð að sækja eitthvað Sko því ég hitti kuna sportsunu að við erum að tala um mataræði og eitthvað þá er ég malandi allan tíman þá er ég aldrei með tungun úti það er meira þegar kunan er fara og ég er bara einnir á skrifstofu og gluggalösu Eða horfa á heimaður og horfa á sjónvarpi bara með fjölskylduna Ég sett saman 200 dagar og svo Þetta er það máli Nei, veist hvað er þetta? Þetta er von Þetta er svo hundur. Þetta reynar á liðböndun í tunguna að hafa hann út allan tíman Myndi tunga lengjast við þetta? Nei, alls ekki Sko ég held Hvað er títlíkan að lengjast og hann sé stífur oftar? Hvað sé stífur oftar? Nei, veist, þetta er bara tunga, hún er bara x-löng Gæti verið lélasta samlíking sem heilt. Réttu höndin útstendur og lengist þetta ykkur x-tíma Nei, þegar þú segir Limurinn á þér er x-langur, tungan er x-löng Sko ég finn bara hvað þetta eru. En ég er að segja Það er að segja, þetta er reyna á liðbundin í tungunni Svo margir sem að, kannski nota tunguna sem óvinni mikið, þau finnum það svona þreytt Ég eftir myndi reyna að tala endalust. Hvað ætla að taka marga daga? Ég ætla að taka 200 dagar Það er nú Ok. Það er bara Ég ætla að tala bara einhverja 5. Þú getur ekki að taka fleiri dagar en ég að það er Þú fiskit voru áttökur á þessi leikur er 1.000.000 á dag Þú voru áttökur á laununum í þessu leik Þetta er rosalegt Já, einmitt Þetta var 100 dag, það myndi breyta öllu í þessum leik Þetta er 1.000.000 á dag Ég ætla að hugsa líka bara hvað væri maður, þetta er sammálaglið, auðvitað ætti maður ef allt væri eðlilegt þá myndi maður taka 2-3 ári í þessu. Já, en svo Þú getur ekki alltaf sagt 2-3 ár En það er bara svo, þú er að hafa eitthvað Það tæki allavega ár, 1 ár. Ok, 365 dagar. Herru, þá er síðasta drengir 1.000.000 á dag og eina svo, hún er kannski ekki nóg góður spurninga því þú myndir bara hanga heima okkar samt, eigi konu, eigi börn. Getur líka haft að banna að vera heima 1.000.000 á dag þið þurfa að öskra allt sem þið segi. Hversu hátt? Bara öskra. Hátt og getur, það er mjög vont sko Og líka hvernig, er þetta sásöku Er þetta sásökuöskur, peppöskur, hræðsluöskur Eins og ég var Öskur hans eigis var svolítið on point. Ógislega hrættur Nei, ekki þess að skrækla þetta Nei, ég veit það, þá má við öskra Stendur að fara á barn og eftir og hafa svolítið gaman Svona Já. Þetta Það væri er allt í lagi. Nei, allt í lagi, það er enginn enn að vera í kringu þig. Nei, sko, en 90% af mínu samskiptdag eru online Já, menn Þú gæti fara á Ég talið aldrei upphátt Þannig að þú var að tala um konuna bara að horfa á sjónvarpið þá væri bara online. Þú gæti Já, fara á þú veit, bara tónleikum messenger Þú veist, það segir mér svo óþálandi Ég þarf að öskra Að vita allir kringum með ég ætlar að öskra x tíma en að fá 1.000.000 á dag þá myndi ég bara hætta að öskra Þú gæti samt verið á fótboltaleikjum, Myndi ég tónleikum tapa röddinni Þetta er svona staðið sem þú öskrar og fer með vininn á tónleika og þú ætlar að tala við hann, þá öskrar þú Old Trafford Já. Ég fór að öskra þar og þetta öskrar hann og fer bara á fótboltaleiki tónleika spila tölvuleiki, alltaf gamers öskra oft þannig að Eitt af svona tíma, það myndi ekki nenn að spila við. Þú hvað er öskra maður? Þú ert gaming Fótboltvelli Ertu að öskra þú út game? Nei, en þú veist, ég öskra oft úr Ég horfði ofta á ykkur félagarni í rauðunum plökum Þú veist að ég er Og heyrir illa. heyrir illa á Ég veit öðru alltaf það. og þeir segja að það sé út eftir skittir í ég er ekki sem er byssuleifi sko þannig að eftir skotlíki Þetta er málega, sko, þú ert snillingur að finna loophole í þessu leik, sko Ég myndi segja, þú veist, þetta er ekki það slæmt Þetta eru 2 ár á mig 2 ár. Egil, hvað tekur þú? Ég er að fara að setja á svo rosalegt lag sem ég er að finna þetta. Ég held að þetta lag hafi aldrei verið spilað í FN 9 Blöð. Þetta er samt, mér finnst þetta einhvern veginn, þetta er samt, mér finnst þetta erfið en að stenda
öskar alltaf, þetta alvöru viðbjóður samt sko, hann, ég sé 200 daga aftur 200 daga, ég er búin að, ég sammála öllu hérna 200 dagar, drengir, hér kemur Notorious B.I.G. Juicy. Þetta er lag. Þetta er lag. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Hárið, það eru CPT Reykjavík og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Tilkynningin kemur 5:30. Það er ennþá bara að vinna í þessu. En við erum Ég er svo spenntur fyrir þess að tilkynning kemur á grammið eftir, korti eða 20 mínútur. Þú veist það, að því að við erum með 2 tilkynningar. Ég er jafn spenntur fyrir þeim báðum. Já. Ég er það spenntur fyrir, sko, veistu hvað ég? En bara önnu tilkynningin kemur á The Gram. Við þurfum að ræða þetta svo betur Já, svo förum við yfir hérna. á eftir. En við erum komni með rándýran gestinga í stúdíu. Heimsmeistara í boxi. Verður velkomin, Kolli. Takk fyrir. Ég vil gaman að sjá þeim. Þú ert undefeated í boxi. Já. 90-0 19-0 og varst að sína okkur Þú hefur þetta að fara með, sko, belti sem að, og sko, ég bara vissi ekki, ertu heimsmeistari í boxi? Ég er heimsmeistari hjá VFBF sambandinu. Það er rosalegt, maður. Og hvenar, og sko, ég veit að það er náttúrulega bardagi núna á Íslandi eftir, hvað, er ekki næstu helgi, það næstu helgi? 2 vikur. Já, þú ert með Shine, þú ert með risa klóðuru með smá. Hver var að gefa hann að kíkja? Varstu að sparra á hann? Ég var að sparra á hann með Bragi Lange sem er fyrsti bardaginn á kvöldinu. Já. Og hver er móturinn? Móturinn minn, hann heitir Sasa Milenkovic. Hann er 12-1, búin að vinna 10 röð með 11 rótök. Þú samt að fara að vinna með ekki? Pakk. Hvað verður þetta haldið? Þetta verður í Gamla bjó. Það er enda rosa venju. Gamla venju, þetta er 300 manns, þetta er pakkað, svona þéttsettið og bílustemming. Hvað ertu þungur og hvað ertu stór? Núna ég er 116,5 og 1,98. Guð minn almáttuður, sko. Þú ert að laga með Steindar harfi, sko. Steindi er að æfa box. Steindi er að æfa box, ég verði til að sjá eitthvað saman í hringnum. Þegar hann getur laga með náttúrulega bara næst í alla á Íslandi. Laga með mig, þú laga með ykkur í klassu. En hvernig er, þú veist, það er náttúrulega mörg belti til. Þú ert með heimsmeistara belti og svona. Hvað ertu til dæmis, hvað er langt frá því að þú getur bara verið að keppa við bara þessi heimsfrægun upp sem allir þekkja, skilur við. Tyson Fury og... Ég, sko, 2 bardaði kannski. Það er bara þannig. Já. Það er rosalegt. Þú þekkir Tyson Fury, þegar? Já, ég þekki Tyson. Já. Og hafið verið að æfa saman? Já, við æfum saman í Moorkamp, það sem hann heima. Og við ekki mæta honum, það er leiðilegt að þeir eru vinir og... Já, hann er að koma aftur. Hann er að koma aftur, jú, ég myndi að berast hann. Ég er meiri, ég myndi ekki vilja berast Joseph Parker. Hann er meiri vinnum minn, sko. Já. Hann er líka svona topp 10 gæði, sko. En hvernig er eins og segjum bara að sé settur á bardaði með ykkur? Er ekkert skrítið að fara í hringinn að berjast við vinsinn? Þú veist, við erum bara að fá vel borgað, þannig að þetta er meira svona, þú veist, bara business first, svo friendship after. Beint á barinn bara. Tekið í spaðan bara eftir bardaða? Já, mitt, þú veist, það báðu græði fullt af pening, það var bara góð lagi. Já, það er nú alvöru peningur í bóksinu. En hefur verið langt og eins og Steindi segir, þú cirka kannski 2 bördum frá því að komast inn í svona, þannig að er það væntalega takmarkið þitt að komast í bara þessi stærstu kvöld? 100%. Þú veist, ég vil berjast alla þess að gæða. Ég er líka æft með flestum og, þú veist, lamið á flesta, sko. Þannig að bara komast í nóg sterkar stöðu. En ég sé bara þess að, bara forvitni, þetta svipað þessu UFC og þetta byggjur bara nafn, byggjur reputation til þess að fá þessa bardaða. Þú ert öllu góður og svona, svo þetta fá þessi nöfn. Já, það er svolítið þannig. Þetta er meira business heldur en sport, sko. Já. Og menn kannski græði ekkert rosalega á því að berjast þig í dag áður út á svona stórt nafn, vitandi að þú sért öflöður. Einmitt, það er málið, það er meira risk heldur en reward að berjast mig, sko. Já. En hvernig líst þér á þetta dæmi sem að þeir eru myndið að gera núna Dana White og þeir Það súfat út. Já. Hvernig líst þér á þetta format að þetta sé að boxi í rauninni þá núna að það verður þetta bara rankað upp í þetta er bara deild og rank og bestu keppa, þú veist, hljómar þetta ekki bara vel? Þetta hljómar bara eins og þau með fyrirtæki geta borga mennum alltaf lítinn pening. Já. Veist, og þú fær ekki að berjast, fær ekki frelsið til þess að gera svo vilt gera. Já. En ertu með sterkan umbósmann eins og ég er náttúrulega drýmbjóð í Bandaríkjunum með 2 ár, þá er þetta allt bara einhver Don King Presents eitthvað, er eitthvað svona risa umbósmann sem þú ert að komast undir eða hvernig virkar svona? Ég var með eitt sæst umbósmann í heiminum á tímabili en það gerði ekki neitt fyrir mig, sko. Nei. Hvað heitir hann aftur sem var með Netflix þættina sem með hann sem lenti bílslýsum Joshua Eddie Hearn. Eddie Hearn, já. Eddie Hearn, hann er promóter og hann er rauninni stærstur og það er, ef ég mætti velja promóter myndi ég velja hann, sko.
Þannig að hann svona að búa til stærstu. Þetta rosa mikið í Dubai núna, ekki? Það var kannski fyrir stríð. Nú er komið Sáti svolítið. Sáti, já. Sáti að taka yfir þetta. En hvað ertu til dæmis eins og svona heimslisti? Þú ert alveg komin fyrir ofal á hann. Ég er 60. Já, 60 á heimslistanum. Á heimslistanum. Ég vil það vel gert maður. Í heiminum. Já, komið bel. Sko, það hefur ekki fengið bara nægilega mikla athygli hérna í Íslandi ef ég er hreinskilinn, sko. Ég vissi ekki að það væri svona öflugur. Þetta mun samt springa út þegar þú ofar svo ferð, þá alltaf kemur peppið, það segir sjálft. Ertu með eitthvað sponsor eða þessu? Ertu bara einn að bæra þessu? Ég er með sponsora, þetta er þetta hark, sko. Þetta er bara hark, þannig að þetta er ekki, sko. Ertu bara einn í rúmfattalaganum og berja menn svo á hann í sæð? Næstu í. Nei, Ísland hefur bara samt verið frekar afturlega þegar kemur að nefalekum. Þú veist, bara ángríns. Það er bara Ísland og Norður Kórea eða eitthvað sem hefur verið. Þetta er örfá lönd, ég held að það sé bara í alveg 2-3 lönda eitthvað sem að. En komandi inn á það sem Egil segir, þetta er vinnaðin eða ekki? Þú ert atvinnuboxari og þá þarftu í rauninni að lifa á sponsum og fyrirtækjum sem er að hjálpa þér við það. Sponsum og hlutavinnum og svona. Og eru þeirra detta á lein, sponsorar í dag? Já, það er enn meira bara fyrir bardaga, miklu minna eitthvað svona permanent. Já, ekki svona árssponsnet. Þetta er alveg hark, sko. En þú ert búin að gera þetta bara alla æfi. Ég man eftir bara frá að ég var úlingur. Bara þegar ég var eitthvað með skóla ármanns í kringum þetta. Ég er búin að vera að boxa í 19 ár. Shit. Hvað hefur oft í viku? Hvernig mest þið? Þetta er erfiðast íþrótt í heimið, ekki? Box? Jú, ég myndi segja það. Og hvað langar æfingar á hverjum degi? Núna er búin að gera þetta meira svona spesifíkt, meira 2,5 á dag. Þetta lifta líka með, þetta meira kardió? Ég lifti hérna alveg svona stíft. Já, og hvernig liftingaprógram ertu með bóksinu? Rosa mikið kór og kóraxlir með mér. Já. Hver er besti bóksari allra tíma þínum? Allra tíma, Sugar Robinson. Þannig Sugar Ray maður. Er ekki, sko, það er mikið að gerast í bóksinu. Er ekki akkurat núna, ég held að 2 keppindur á Norrlandamótinu? Já. Bara núna? Og eru bara 20 mann lið í Portugal. 20 mann lið í Portugal, þú veist, það er allt í gangi að svona fjölmiðla með alveg aðeins í hérna umfjöllunum. Já, við erum allavega að fjallum, það er risa bardagakvöld, ekki næstu helgi heldur, það næstu helgi. Í Gamla Bíó, miðasala er hafinn inn á tix.is. Ekki að fara í Gamla Bíó. Já, við þurfum að mæta það. En alltaf að vera, þú veist, eftir með borð og maður getur maður að sitja með. Þetta er ólíðið fyrir borð, sko. En þetta verður, þú veist, það er bara sæti og þéttbakkað. Og þú veist, það eru 100 meðar eftir. Ég líka elskandi heavyweight, sko. Ég hef líka gaman að 70 kg gæðum bóksakonan. Það er eitthvað samt við að sjá. Heavyweight er alltaf skemmt. Það er fyrsti bardaginn, áttunubardaginn, á kvöldurinn heavyweight og síðusti bardaginn er heavyweight. Það er alltaf stefna að vinna á stigum, það er að go for the fucking knockout. Það er bara svona, það verður ég með hlaðborð og hann velja hvar í stoppan og hvernig í stoppan. En þú rotaðir síðasta anstæðing? Já, Rýðbergsbrautan. Reyðbergsprestan, já, það var stoppaði bara. Já, og það var lang erfasti barndagi sem keftið ekki? Nei, ég myndi að undan því, heimsmeistarabardaginn. Það er oft talað um heavyweight, þá ef þú ert bara the champion of the world í boxi, þá hefur alltaf verið heavyweight einhvern veginn. Sko ég minna, þá er þetta þetta er Tyson, þetta er Ali, það er alltaf, ef þú ert meistarinn í boxi, þá er það heavyweight. Já, það er svolítið kongur. Er það ekki? Já. Mér finnst það skemmtilega að horfa á það og að gaman er íslíkar eignast, álfur heavyweight box. Það var gæðið, en er ekki hérna... Þið eigið. Hann er hérna. Já, ég minna, þú veist, og nú er fólk bara að fatta þess að hversu ég vissi að voru háu leveli, ég fylgast með lengi. En þú hæra levelin bjóst við með það. Það var gaman að fara, skilur, marga flugvila til Vegas að sjá þig og eitthvað svona. Þetta fyrir að þetta inn. Það var náttúrulega að koma einhver myndu prinsin eða ekki? Sá ég það ekki? Einhver trailer prins Nassim Hamed. Já, ég vakti nú alltaf eftir honum á sín tíma. Já, hann var ekki flip-floppið inn í ringið. Hann var ekki heavyweight, en hann var stærn. Nei, hann var pingulítill. En farðu inn á tix.is, tryggja ykkur miða. Þetta verður veistla í Gamla Bíó, 100 miðar eftir og við þurfum að skella grínast. Þetta er bara Kolli, virkilega áhugavert að fá þig hingað í spjall og þetta er mun stærra heldur en að bæði ég og held ég margir sem er að hlusta að gera sér grein fyrir og við sem er bara gangið vel eftir 2 vikur. Takk fyrir mig. Já, bara heiður að fá þig. Hér kemur lag ársins á síðast ári. Þetta er okkar besti Birnir. FM 957. Það held ég þegar að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Þetta var okkar besti maður Birnir og Kolli farin úr húsi. Já, hann var alveg búið tjöðlir. Þetta er hófær og nettur náungin. Já, hann er mjög nettur. Og það er ekki annað hægt en að halda með hann. Þykkt í honum og ég hann í 60. sæti. Hann er 2 bardöfum frá því að geta verið komið bara í. Já, veistu hvað hefur ekki tapast. Veistu hvað eru margir boksarar til í heiminum?
Já, sem eru að reyna bara að ná sem maður. Hann er nummer 60 sko, það er rosalega. Það er alvöru. Og mér finnst að þetta farið gjössal undir radarinn einhvern veginn. Já, bara þú veist Ég er bara fylgjast með honum svona, máli, ég ætla ekki að æfa bóks og stendi, en ég er bara fylgjast með honum svona tíma og followa lengi á The Gram. Já, hann heitir á gramminu, fólk vil kannski líka fylgjast með undirbúning og svoleiðis að hann heitir hann The Ice Bear Kristinsson. Þú getur bara að googla Kolbeinn Kristinsson. Ég er búin að followa mjög lengi og fylgjast með honum þar, en það er gaman að sjá hann er að vera Þetta er að gerast. Já, þetta er bara, algjörlega. Það styttist í eina stærstu tilkynningu í sögu F9 blöð. Það er svona, hún kemur strax eftir spurningakeppni Gilsannars vonandi. Hún kemur alltaf fyrir lokþáttar. Upp úr 17:30. Ég myndi segja þetta er rétt hjá þér. Þetta er alveg stærsta. Það fyrir on The Gram og Ég held reyndar að það var ekki stærsta þegar við byrjum með blöðkastið. Það var allavega risa, þetta er einstærsta. Já. Við erum með nokkar stóra svona inn á milli. Ég treysti mig ekki til að raða upp í ykkur röð. Þetta er stór. Það er svona tvær þarna þegar að vann með þetta setni líka. Þetta er hörku tilkynning allavega. Ég gjorde það þannig. En það er komið að spurningakeppni Gilsarans og það er King of Being Ivergard Munson, því hann verður 60 helgin og okkar besti maður. Það er stórt. Já, það er one hell of a human being. A gentleman and a scholar. Ég hef ekki hægt neitt tala illum Ívar Guðmund. Nei, hann er einn af þessum típum. Ef þú tala illum Ívar þá er eitthvað hjá þér. Það er asshole. Já, það er alltaf að tala illum okkur þrjá en Ívar. Ekki Ívar, láta hann vera. Ég var með 18 spurningar. Ég byrjaði að semja þetta kl. 6:30 morgun. Ég er ekki ljúaði. Ég get sannað með voice. Þú þarf ekki að sanna neitt. Og serðu hvernig það er rekordar. Vil ég sína ykkur 6:30 morgun? Ég ætla rétt að vona þetta séu ekki 18 spurningar. Nei, séu köttaði niður í vanlega tekja 8. Ég er fastu með 9. Það er bara hálftíma eftir. Ég get ekki köttaði niður í 8. Þetta er svo þéttu þáttur, það er hellingur eftir. Já, ég veit, ég er að segja við þig. 8 er flott. Ég þarf að hæsa 9. Nei, þú ætti ekki að hlusta á mig. Hvað er svo að gera? Það er ekki að hlusta, ég er með 9. Þú ert stundu bara eins og flugast. Þú ert bara eitthvað snart. Ég næ ekki kötta þetta niður í 8. Já, ammæli 9. Já, 9 er rúlegt að tala hjá hann. Það er alltaf ammælit aftur í ár. Nei. Það var gott partí síðast. Nei, já, það er örglega. En Big 42 eins og það kallir það. Ég haldi bara næstu upp á þetta 50. Nei. Út af efnaði haldi upp á þetta öll ár. Ég bara minnst bara þægild að vera heima með mér. King of Being Ivergard Munson. Og þessi keppni aldrei verið. Og hún verður vantilega aftur eftir 10 ár. Allir verður búið að færa okkur á bylgjunu. Verður ennþá FM þá eða? Ennþá FM. Ennþá FM. Það er einn föstudagur einu. Það er alltaf reglan í að því þú vilt vinna. Þegar Ívar Guðmunds er ekki aumingi. Ég vil vinna þessa keppni. Já, auðvitað. Blöð er clear favorite. Ég er með könnun á Instagraminu mínu og það er 75-25 blöð. Það er engin trú á þetta. Settu sokk í þetta lið. Ég geti verið svona dark horse-ina, komið sterkur. Auðvitað. Everybody loves an underdog. Hefur unni í útvarpi meir en 10 ár? Já. Búm. Báðir komnir á blað. Stertara báðir komnir á blað. Já. Ívar Guðmunds er unni í útvarpi meir en 10 ár. Ívar Guðmunds var á FN 957 á sem tíma. Ég hef tæknilega séð Nei, Jóngunar er gerð Sama hár og græður. Með pásum hef ég tæknilega séð unni í útvarpi í 22 ár. Rosald. Hvað fyrst útastöðun er? Það var að Flass 2004. Steindi var á Flass. Það er rosalegt að vera á Flass. Svo var ég á X-inu. Ég var einn á X-inu. Við veitum hvað það furðulegu þáttur. Hvað hét þátturinn þar? Ég held að það er bara verið, þú veist, eitthvað Laugardagskaffið? Nei, Steindi Jún bara á Laugardagum eða eitthvað, ég man það ekki alveg. Já, bara eins og Tommi Steindór, það er bara Tommi Steindór. Þá kunni ég ekki að taka hana En það er mjög flókið að læra það. Já, og ég man eftir að ég fekk einhvern veginn viðtal hvort það verið Steinn Ármann eða eitthvað, mér var svo gaman að spjalla hann. Og við bara sátum og spjöllum hitt og þetta og ég með 3000 spurningar sem tengdust honum og gríni og öllu. Og svo man ég bara eftir að Máni kom brjálaður inn í stúdíu, braut upp hurðunasti. þá voru bara búin að röfla í einn og annan tíma og aldrei búin að íta okkar lag eða auglýsingapakka og ég var ekkert inn í þessu maður. Og við vorum líka ekki nóg duglegir þessu að setja auglýsingar og Doddi litli var svona the bad cup hjá mig fyrst sko. Það var allir sportað með útastöðan í borgatúrnu sem gamla heimistæki var Advanja núna. Ég fekk nokkra pósta frá Heiðar Austmann á sínum tíma þegar FN95 blöð var nýbyrja aldrei að segja lag sem spilað á útastöðinu sem vinnur hjá sér lélegt. Þá voru við eitthvað að segja ykkur lag og aldrei hlustað á King Heiðar og svo er klassist líka aldrei að segja auglýsingar, alltaf að segja eftir östutt skilaboð. Já, við segjum alltaf bara að við skuldum auglýsingar. Valli sportsaði mig að þú ert brosandi í útvarpinu þá mun hlustundur brosa líka.
Þannig ég tala alltaf í mækin ég tek Ég eftir hef aldrei séð tala brosandi. Nei, ég hef aldrei séð það heldur. Hvað er núna kannski? Já, hvernig er núna? Svo sést ég heila blóðfalli. Já. Það er ekki eitt í þessum kemni. Nei, þú ert bara út með strókfeis, sko. Hann sagði þið með Egil að þú brosir í mikrofónin, fólk mun heyra það. Ég held að fólk heyra það núna. Það getur samt verið sniðugt að gera í stúdíu með að taka upp ykkur pepplög. Eitt. Tekur yfir 100 í back. Já. Nei, ég held ekki. Það er ekki gott stig. En byrju, hvenær ég hef einu sinni farið náðir í Ég back. get lofa einu, Ívar Guðmundsson tekur yfir 100 í back. Hann tekur svona 200 í back. Það tekur yfir 100 hlæjandi. Og hann kefti í fitness svona cirka 600.000 sinnum. En hérna, sko, nú er ég komin náttúrulega með eitthvað svona kallastyrk, sko. Ég geti kannski tekur ekki 70 kíló. rifið þetta upp, sko. Hvað meinar hann með kallastyrk? Ég er bara kallastyrkur, það kemur Já, eftir útskýrðu það. Það bara ertu með kallastyrk. Næ, út auðmari, þú varst 20 sko. Heldur Það það? er ekki kallastyrk. Hvenær fór ég í backpressuna? Þú varst svona þegar Þú logi Bergman niðurlaði 2013, 14. Þú hittar ómikið upp, það var svona sem að Þú vesið lest það, mig sko. hitta svakalega upp, maður. Ég var alveg ég var með spagetti hendur ég reyndi. Svo myndir ekki slíta eitthvað. Já, ég vil gera þetta aftur og ekki hitta, ég vil bara lappa inn, ekki fara, ég nenni ekki að fara í stullur eða neitt, ég ætla bara að lappa inn, leggjast þarna niður. Ef þú náður ekki 70 kílóum 35 ára, þá nærðu ekki 100 kílóum í En dag. að segja, ég held að ég myndi taka með 3 mánuði að koma þér í 100 back án anadróls. Það getur verið. En nú er ég búin að, Ég held að maður snöggurinn á því en sko, En þú varst að vinna í því en nú er ég sko kallastyrkurinn, ég er í boxinu og Það er enginn heyrt um að kallast Já, og ég er líka sko ekki búin að hitta neitt upp, ég ætla að bæta ískaldur, ég ætla að gera þetta hann næst. Ég til ég Það er bara beint í 70. Double or nothing, nei 100. Viltu slíta brjóstu það? Það var ískaldur í bekkir með 100 kíló Nei, ég ætla að gera það. Ég séð menn tökum það slíta brjóstu það Þú vilt hafa það í algjör Ég er ekkert með eitthvað brjóstuðum. Hvað með brjóstu ég mæta þetta eins og gummikall og neglis upp. Að 2-3 blöð eins og staði núna þá er þjóðin með þetta rétt 2-3 blöð Já, Hefur einhvern tíma vaknað þunnur? Allt og ofta. já, það er nefnilega málið. Nú fáum við kóru. Ívar Guðmunds vaknar ekki þunnur. Hann hefur aldrei á æfi sinni vaknað þunnur Ívar Guðmunds vil meina að þinka sér hugar ástand. Hann sagði mér að þú voru mellendir saman. Ég bara herði, það er ekkert hugar ástand hvernig mér líður hérna sko. En ég ekki stjórna því. En ég held sko að það sé einhver ákveðin prósenta sem verður ekki. Já, það er alveg sko 15% af fólki í heiminum upplifir aldrei þingu. Ég held að þetta sé eitthvað genadæmi bara. Já, ég meina hlýtur að vera En er það Þú sér aldrei Ívar Guðmunds bara upp í sófa lítill sko, gerist ekki Alltaf stór. Já, Það er óþólandi sko. Æ, bara gött mönns. Svo sunnundaginn eftir ammalið það er bara Hann verður skellir 2,5 metrar á hæð hlaupandi marathon eða eitthvað. opna pakka og fer upp á ESU og eitthvað svona. Ertu mjög duglegur að mæta á viðburði, tónleika, uppistönd og svo framvegis Ég er nefnilega orðin mjög duglegur í því. Ívar Guðmunds mæta á allt Þú fær ekki á neitt nema að sjá Ívar Guðmundsar Ég myndi Ég er segja duglegur en steindið hana 100%. Steindið bara heima bara Ég held að ég Bara snakk? mæta á viðburði. Hvaða viðburði Bara, þú veist, random tónleika En ég er nú búin að vera Ekki, að mæta ég er ekki til að uppistönd Ég er bara svona bara Ég er búin að fara einhver að halda Ég eitthvað fór á uppistandar stóra sem var frábært, tónleika með úlvonum og Viðburði það sko já, Þú veist, þið eru báðir Ég var á Mobb Deep tónleikum bara, ég vinn þetta. Nei. Herri, Hvað er blöð búin að mæta ef við undanfarið? myndum fara núna bara í kalendri síðustu kannski Bara 2-3 síðustu mánuði Ég þá myndi er ég örugglega að vinna. ég er búin að fara á allt þarna með henni með Mobb Deep. Já Við erum bara báðir, fann báður stig. Já, ég held að ég sé bara sterkur þarna Sko Steindið meina hann er að taka þetta stig ekki þú sko Hans fagla matur Ég er duglegur að mæta það. Já, ég er bara Mitt búin að fagla matur er 3-2 Elskar að vodka Red Bull út af lífinu Nei, ekki út af lífinu. út af lífinu. Það er eina helvíti. sem Ívar Guðmunds drekkur Ég hef oft enda rétt honum bjór Er að gott mann sem vildi bjór Alltaf bara, nei, það var vodka Red Bull Já, það er einu Það er drykkur. það drekkur. Já, Og ég er ekki þar þar. Maður bjóða vodka í Celsius eða vodka í Collab eða svona Nei, vodka í Red Bull Hann er bara fastur þar sko Vanafastur. Ég get ekki vodka í bara all orkudur ekki eitthvað neginn sko Já, Ekki Ívar Guðmunds en er ekki vesen að drekka, það er náttúrulega sko, Það verðist ekki býta á hann. nei, að því að sko Sko ef ég tek maður getur farið í nett hauga, það er bara að drekka kannski munið- bara 12 orkudrykk. Muni það Ég hef aldrei að séð hann í taugaáfalli. Coldfather átti austur og þú tókst svona 45 vodka Red Bull Já, Munið þið hvernig Það varst bara Manstu vakandi að fram á vakna daginn eftir þriðjudag. en er ekki það er náttúrulega meira Það býtur koffín, ekki að Ívar Guðmunds. sko meira koffín í þessum drikkjum erlendis held ég.
Nei, það er 90 mg af koffín í Red Bull. Já, en úti Og svo tekur úti hérna alls konar efni ekki sem megi ekki vera hér bara, Red Bull á Íslandi bara 90 mg af koffín, bara svipaði nokkuð og Celsius og það bara, og ímyndaður út á jamminu og tekur hversu mörg glös Það veist, þú tekur svona 1500 mg af koffinni ofan á því alkohól, það ótrúlega að fólk drepist ekki við þetta Hvað mátt að Ég mæla ekki með þessu, það er bara fekar í champagne eða Hvað mátt að taka, nú erst þú hérna seljugur ráðgjafi hérna, kemur að líkamsrækta frömmuða Þú var 500-600 mg af koffín á dag 500-600 Ekki við það, ég með hátt þóli svo þið vitið á koffinni Já En allavega það er 3-2 fyrir blöð Hefur áhuga útvarpi og blöðurum Er það í maður höfund? Já Sko málega, þessi fólk veit ekki Ég hef aldrei heyrt einhvern opinberan áhuga hans á blöðurum Nei, sko Þetta er Í bara morgun skrítið að gerði halda ég því fram. research Hann er örugglega að hlusta Hann er pottet Hann hlustar alltaf Og þú ert að segja að Ívar Guðmunds hafi áhuga á útvarp og blöðurum Sko, það er, fyrsta lagi Ég held að það sé ekkert rosalega sátti með það Hann er 60 helgina Ég held að sé bara dröllu fúllu Það er ekki skrítið að áhuga á blöðurum Flesti kallmenn hafa lúmskan áhuga á blöðurum Bara Steindi vill ekki viðurkenna það Það er sem er skrítið En sko, málið að ég heyrði Ívar Guðmunds í morgun og ég líka maður að tala við daginn ég er búin að gera research ég veit alveg hvað Ívar Guðmunds fílar og hvað ekki Hringdur í Það verið þið ekki að rengja þetta Já, ég hef áhuga á þessu báðum Punktur og blöð Ég var löngum að setja punktu því Steindi Ég veit ekki að spurja þig hann sko. Suma spurningar sem ég þarf ekki að spurja Ég þarf að svara frá öðrum Ég er ekki að sko blöð myndi segja hana Ertu alltaf að setja með hálflokuð augun? Nei, ég er ekki þannig En það er eitthvað að fer Ívar Guðmunds ekkert eðlilega vel sko. Ég veit svalu hann Hann er búin að þetta var signature move Já En Steinn, þú ert slefandi í flugvél en ekki núna, galoppi núna Hvernig tengjur þetta við bara Nei, bara hvað Það sé stundum með loku augun Stundum ertu svona að þú sér stundum með opin augun Hæ? Já, þú Ég veist hef aldrei séð það Sér með opin augun Það er creepy Það er bara Er svona hálf opin Vektu mig og sér smá það opin Það með ekki þotna Nei. Þú voru að setja þá augdróp í mig og þú sér það ekki Það er meira, ég bjóst ekki svona spennandi sko. Það er 4000 blöð Sér Þetta er inn í með opin augun Hvað er þetta byrja? Hvað er þetta að koma? Ertu einhvern tímann og þreyttu til að fara á bak Nei, það er nú ekki að háða mér hérna í gegnum tíðina Punktur á blöð Flestir eru mannlegir hérna og eru kannski og þreyttir til að fara á bak sko. Vilja bara gera eitthvað annað sko. Er það að segja að blöð sé ekki mannlegur að hafa Nei, hann er alltaf til að fara á bak Hann var að segja það Þú ert ekki alltaf til blöð Hann var að segja það Ekki Það er, ok Ég skal bara punktunum hans Ég skal vera hreinskilin hérna Þetta er oftast my initiative Já Þannig að þá er ég væntanlega ekki á þreyttur Þegar ég er að reyna að koma sér í gang Nei Þá Nei. ertu bara ekki Þá ertu klár Þá er ég bara klár Þannig að þetta hefur ekki háð mér Þegar ég reyna að koma sér í gang Já Þannig að þessna fekk ég stig Hvað er svona trikkið hjá blöðarunum? Það ætla ekki að fara út í Tryggi og blöð Það ætla ekki að fara út í Nei, ég er aldrei að fara að segja það Bara hérna upphátt Sko Steindir, þú það, you need a point Já En þú ert sko Ég sé til ok, já, segð bara já Ok Ekki bara að taka eitthvað ræðu hérna að sé alveg ómögulegt að fara að segja eitthvað annað Ein eftir Ég er örugum að ég get ekki tapa Nei Það er sterkt Þú ert aldrei að tapa Það var keppni sem ég vildi vinna. En nú er bara síðan spurningin Ertu fastur í betanum? Herðu Ég er bara að heyra Ég ætla ekki að svara Ívar og frúnni En ég veit nákvæmlega hvað svarið þarna er Ég þarf að svara Búin að heyri í þeim Hvað ertu að þau sé að svara þessu Ég gerði Hættu research Þetta var svona sko náttúrulega löngur ósmekklegt en þetta var svona ákveð Ég er king of Væbakött Hvað var Mönnsson ósmekklegt við þessa keppni? 4-3 Þannig þetta var ekkert bara síðast Hvað heldur sem var að svara Það er því að vera fastur hérna. Margir eru fastir Sem eru bara mjúkir Hér strax eftir auglýsingar King of Væbakött komið rísa tilkynningu Ekki fara langt Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er að hlusta á FM 957 hér á FM 957 Það er allt tilbúð fyrir rísa tilkynningu sem kemur hér inn á Instagramið okkar strax eftir þessa innkomu drengir Þannig að þetta er að koma hérna í lok þáttar Það er stórt Já, þetta er stórt en við erum að spá að fara í brandarahótt pappan Steinda Já. Og við ætlum núna að giska á pönslæni Já Helviti komið Ég hefur verið segir í því Eða alveg þú Við komist ekki í þetta síðast Ég er að opna núna þetta gamalt spjall og þetta eru 2, 4, 6, 8, 10 Þetta eru 12 brandara
Ég fíla það, það reyndar aðeins svo mikið þegar ekki. Jú, en ætlum við að giska núna á pönsið? Já, það er skemmtilegra. Er það ekki? Jú. Herru, leiðu símanu, gerum þetta eftir. Já. Herru, ok, eru þið klárir? Já. Brandarhótt pappa míns, senior slæðir á létta strengi, giskaðu á pönslenni. Okay. Og við byrjum að fyrsta. Ég veit að fólk að bíða spennt eftir þessu. Þú voru að hlusta, Egil. Hundurinn minn var alltaf elta fólk á hjóli. Herru, það má ekki vera að hraða. Æ, veitu, ég sætti það vennilega að hraða. Svona? Ok. Hundurinn minn var alltaf elta fólk á hjóli. Það voru ansið kvimleitt. Og svo kemur eitthvað sko. Það var alltaf elta fólk á hjóli. Þannig ég tók hjólið af honum. Já, þetta er alltaf orðagrín hjá sínunum. Þetta er 100%. Þetta er bara tók hjólið af honum. Það sjá. Ég verði ekki bara að taka á hana hjóli. 1-0. Ég var að lesa okkar besta grínast sko. Herru, hann byrjast þér. Já, fílasti tjókur. Já. 1-0 fyrir okkur. 1-0 fyrir okkur, erum við að keppa á mótum? Við erum að tím. Já, en þeir eru ekkert að keppininu. Við erum ekki að keppa á móti ykkur um mjög þú. Nei, við erum saman á móti sínjónum og Stóni. Akkur á móti, þeirru, þetta meikar engan senn. Á móti sínjónum, hann er bara að segja brandara. Við erum bara á móti ykkur. Miðaldra hjón lágu upp í rúmi og karlinn horfði niður á bringuhárin sem er aðeins hann að grána og segir: ef ég hefði fleiri grá hár á bringunni væri ég orðin ellilífistegi. Já, býtu við. Já, þannig við ef ég væri með fleiri grá hár á bringunni væri ég orðin ellilífistegi. Þetta hlýtur að tengast konan segir eitthvað. Er þetta ekki, fer hún ekki eitthvað í konan kemur með eitthvað skot væntar það tilbaka. Konan kemur orðin ellilífistegi út af gráu hárin. Ég er auðvitað með að botna þeirra ég var hinskilinn. Er það ekki eitthvað svona ekki pönslar á mig sko? Nei. Eitthvað svona lungu hættur að ná hann uppdæmi. Er hann að fara að hanga? Já, hún meinar. Já. Það var gaman. Hefur það gíska á okkur svo leiðis? Já, hvað með það? Konan horfði á hann og svarar: ef þú horfir aðeins neðarvinur þá sérðu að þú ert orðin öryrki. Þetta var alltaf fellin. Penisgrím. Hann næri hún ekki upp. Og ef það komin í penisinn var þetta ekki 2-0 í okkur? Nei, jú, svona. Sko, ég fíla bara að vera komin í penisinn á sko brandara 2. Það eru 10 eftir. Já, og ég vilt eskuleit þetta sko. Sko, ég held að við erum að geima 6 balangtur næsta föstu. Já, við getum gert það sko. Að sjá, tilbúinir. Já. 3. Hvenær er rétt að segja hundunum sínum að hann sé hættleitur? Þessu er komið áður hjá hann. Hann er búinn líka. Já. Þetta var líka bara, það er náttúrulega allir hundar ætleitur. Hvenær er rétt að segja hundunum sínum þessi var bara þessi laumast einhvern veginn inn aftur. Hann kom ekki magarum á mömmunni sko. Nei, hann er bara ætleitur rauninni sko. Já, alltaf ætleitur. Þetta er góð punktur sko. Þetta var bara sterkt hjá hann. Ég var að fatta það núna, það eru ætleitir sko. En þetta er líka bara, þetta er svona brandarinn í miðju. Þetta þarf ekki að vera negla annars. Nei, þú ert ekki að afsaka pappa þinn. Þeir eru 17 sekundar brandari. Þeir eru ekki algengir. Læknirinn, ég hef slæma frétt fyrir þig. Þú átt aðeins eftir 24 stundir eftir ólifaða. Hvernig getur þetta orðið verra? Hvernig getur þetta orðið verra? Er þetta eitthvað svona grín með... Já, er það ekki eitthvað svona... konunni eða eitthvað svona... Hann er svolítið að vinna með skilnaðinn sko. Já, þetta gæti líka verið, já, svona, þú veist, ég meina, getur orðið verra. Ég er fasteignarsali, eða eitthvað svona. Það er gaman að vera fasteignarsali. Nei, ég er að segja, hann er ekki læknir. Svanþór Einarsson er innan bestu vinum sko. Já, rafvirki pípar, þetta er ekki læknir. Það er bara... Ok, hvað þú með það? Svanþór ekki ánað núna. Við ætlum að gíska að þetta sé ekki læknir sem er að segja þetta við. Læknirinn, ég hef reynt hann á sambandi við þig frá því í gær. Ég hef reynt hann á sambandi við þig sem í gær, já, hann átti bara nokkra mínútur eftir. Já. Eiginlega bara sekundur. Þessi var fæl fín. Hann átti 1 dag eftir og hann reyndi að ná henni í gær. Ég elskaði að satt með straight face bara, þessi var bara þrælfín. Já, þessi var þrælfín. Þú átti ekki að þurfa að segja brandur þessi fín. 7 sekundar. Mér skapar það útskynningu, ég skilja það ekki sko. Eitt stuttur þetta, ég þarf að vera tánum að stoppa. Af hverju gætt flugan ekki svara neinu spurningum? Flugan? Af hverju gætt flugan ekki svara neinu spurningum? Því hún talar ekki. Fljúa bara og... Já, því hún þurft að, er þetta ekki eitthvað svona, eitthvað típa af flugu? Það er ekki svo eitthvað. Það er engin fluga sem getur svara spurningum. Nei, ég veit það, en þetta er svona kannski eitthvað típa sem að heitir eitthvað svona... Þurfti hún að gera eitthvað, hún var að er eitthvað fluga svara spurningum og var að... Herru, spila þetta bara. Já, ég held að þetta er eitthvað sérstök fluga. Þetta voru alls saman bjölluspurningar.
Já, þetta var fyrir björnlega, hann þessum Já, Það var ekki flug Þetta var ekki flug Ef við ætlum að ná tilkynningunni, drengir og ná að ræða hana hérna aðeins, þá þurfum við að setja á eitt lag, ég þarf að posta þessu, þetta er að koma grammi. Það eiga það sýnir hún inni í næstu þætti það? Já. Viltu eiga allir inni það? Þá eigum við bara restin inni, annars getum við ekki að þetta eru 2 tilkynningar. Við þurfum að setja Frikadór á hérna. 2, 4, 6, 7 eftir 7 eftir, við þurfum að setja Frikadór, svo komum við inn með 2 risa tilkynningar. Það er bara þannig. FM 957 Herðu þér að hlusta FM 957 hér á FM 957 og sko, ég er bara að fara að hendi sér loftið nákvæmlega núna, drengir. Já, nefnir svo okkur Þú verður að crosspost og verður að tagga okkur félagann. Já, það er allt komið. Það er ekki komið frá blöðarnu með eitthvað svona Áðum Blöndal just tagged you in the post. Nei, hann máli að 15 ár Já, býtu, ákveður ég náttúrulega lélast í tæknum en ákveður ég að setja þetta Ég veit það ekki Ok, let's go, þetta er komið Það veit enginn okkur Ég held ekki eftir neinu að bíða Og ekki bara að negla sinni það Glindur ekki að hafa okkur inni Ertu ekki bara ít að posta? Ég er að gera það núna, share Þetta er komið á reel Þetta er sharing reel Akkur er gæinn sem hefur verið skemaður 7 sinnum Skemmi, ég hef ekkert verið skemmaður við að gera eitthvað reel Sjáum að post that shit Jó, þetta er komið Þetta er komið? Já, þetta er komið Þá getum við sagt fólki þetta Það er ekki Ég menn, nei, segjum það ekki Segjum fólki bara að horfa Já. Ekki það að segja fólki bara Jó, við erum að tala um þetta Það er 2 risa Fólk tilkynningar það fyrst að horfa á Já Við tölum þetta bara Ok, Ég ætla samt að segja þetta. Fólk sér þetta inn á gramminu Já, Ég held við ættum frekar að taka hina bara tilkynninguna hér í útvarpi Það er að F95 ætlar að í fyrsta sinn í sögunni að gefa út plötu í sumar Já, Það er að koma plata frá F95 já, sem er sérstök tilkynninga og veist ekki hinna Já, allt nýlur Nei, það er alltaf bara tilkynninga að sé Já, sko, nú er fólk að fara á grammið Fólk er núna stóni Allir sem að hlusta eru með að phone Og allir eru búin að opna núna the gram Og allir taka reynslu Sjá tilkynninguna þar Við gefum fólki 3 mínútur En hinn tilkynningin var að við verðum með plötu í sumar, allt ný lög og já, það verður líka í tilkynningunni sturla line-up Sjáu þetta allt inn á gramminu, ég held við hefum bara að byggja fólkum að þessi trailer er í ruglinu að hækka vel og já, bara kíkja á trailerinu Og svo líka með þennan trailer Við sko, line-upið þarna er geðsjúkt Og við hefðum getað náttúrulega Sett allt line-up inn á trailer og fólk verður nú bara Mother of all Jesus En við ákveðum að tap it in Nú ætlum við að tilkynna næstu vikum line-upið hana Og það er geðsjúkt Það er bara þannig Þetta er sko, við vorum lengi að smíða þetta line-up Því að okkur langaði að hafa fullkomið line-up Og þetta er það Það verður það, en annars er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag í F95 Blöð. Við verðum með blöðkasti á þriðjudaginn og að sjálfsögðu páska bingo blöðkastins á miðvikudaginn 1. apríl, ekki aprílgap, sturlaði vinningar, þannig að ég tryggi ykkur spjöld, það er þetta að sækja spjöldin held ég bara núna til þess að létta hans á en á f95blöð.is. Ég góða helgi og ég kíkja inn á Instagramið eitthvað núna, farið á tilkynninguna og hækkið í botn. Góða helgi drengir, eitthvað sem þið segir í lokin. Þetta er alveg, já ég er bara klaka til að hitta Ívar Guðmunds á morgun. Já, við erum alveg í ammali Big 60. Þetta verður, það er bara hannig. Þetta verður veisla. Ég get bara ekki, já, mér langar svo að tala um þetta svo að gera, posta hana. Já, við höfum alveg nokkra mánuði í það. Má gefa vísbendingu. Þetta er bara City of Joy. Já, það er bara pínu þannig. Það er ágætis, já, teaser. En ég er að spá að enda, þetta var hérna á þessu hérna, drengir. Tilkynningu, þetta verður alvöru og plata í sumar. FM 957